Okay. Þá setjum við fund borgarstjórnar Reykjavíkur þriðjudaginn 19. september 2017 klukkan 14:02 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fyrsti liður á dagskrá kaup á Aðalstræti 10 og sýningum sögu Reykjavíkur, samanber 52. liður fundargerðar borgarráðs frá 14. september 2017 og málshefjandi borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi með þessu vekja athygli á þessu góða máli. Á næsta ári 100 ára afmæli fullveldis Íslands og saga fullveldis landsins auðvitað öðrum þræði saga Reykjavíkur, bæjar sem að þróaðist í borg síðustu 100 árin, en það tilefni og eins hitt að nýlegu fornleifauppgreftir í hjarta borgarinnar hafa dýpkað og sömuleyti breytt sýn okkar á uppbyggðar, gefa margfalt tilefni til að setja upp safn eða sýningu sögu og þróun Reykjavíkur frá landnámi til okkar dags. Það má segja að þegar að ákveðið var að gera Aðalstræti 10 upp, sem elsta húsið á fastlandi innan borgarmarkanna, í samvinnu borgarinnar og minjaverndar, að þá hafi þessi hugmynd eiginlega verið bak við eyrað, því að bakhúsið sem síðan var byggt og tengt við gamla húsið tengist yfir í landnámsskálan og landnámskjallarann. Og núna með að stíga þetta skref að þá hægt að samtengja þetta tvennt og nýta þetta tækifæri sem að þarna var fyrir hendi. Tilefnið var ekki bara einhverjar afmælishugleiðingar, heldur hafði minjavernd verið með þessar eignir í útleigu og gengið svona og svona. Stóð núna frammi fyrir kannski aðalega tveimur kostum, annaðhvort bara selja þetta á markaði og þar með hefði væntanlega verið lokað fyrir þennan möguleika sem við erum núna að grípa í eitt skipti fyrir öll, eða þá að leigja húsin út fyrir einhvers konar veitingarekstur sem þau henta kannski ekki endilega vel fyrir. Og þess vegna var ákveðið að gera þetta, kaupa húsin og setja jafnframt fjármuni til að þróa sýningu og gera húsið aðgengilegt fyrir alla. Með málinu fylgdu svona fyrstu hugmyndir Borgarsögusafns að sýningu í rýminu og ég bind góða vonir við að þetta verði skemmtilega gert og að vinnist hratt og vel þó að það sé ekki komið nákvæm tímaáætlun. En vonir standa engu að segja til þess að nýtt safn eða sýning geti opnað á næsta ári, 2018, sem 100 ára fullveldisafmælisárið. Og borgarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins studdum ekki þetta mál þegar það kom í borgarráði og við gerðum athugasemdir við það hvernig það hefur verið unnið. Við teljum að það sé ekki komið fram nægileg rök fyrir því að leysa til sín þessar húseignir og setja þar upp sýningu fyrir að minnsta kosti 450 milljónir króna samtals. Það er gert ráð fyrir því að húsin sjálf verði keypt á 260 milljónir, sýningin kost og það verði síðan farið í framkvæmdir í húsunum fyrir 40 milljónir og síðan muni sýningin kosta 150 milljónir. Við óskuðum eftir því og töldum nauðsynlegt að það yrði farið miklu betur ofan í þetta mál. Einmitt svona framkvæmdir hafa tilhneigingu til að fara
mikið fram úr áætlun og við þurfum ekki að leita langt til að sjá framkvæmd landnámskjallarans svonefnda á sínum tíma að hún fór langt fram úr áætlun menn sá ekki fyrir sér sko ýmsa kostnaðarliði sem þar voru óhjákvæmilegir og þetta kostaði allt töluverða peninga og þess vegna held ég að menn þurfi að vanda sér mjög mikið, vanda mjög til áður en það farið út í slíka samþykkt sem þessa að setja þessa fjármuni í verkefnið. Og við gerum athugasemd til það, við teljum að þessar forsendur séu að mörgu leyti óljósar sem á kostnaðaráætlunin. Það þarf að vinna ítarlegri kostnaðaráætlun og þá finnst okkur skjóta skökku við að slík sýning skuli vera skipulögð áður en niðurstöður fornleifarannsóknar á Landssímareit liggja fyrir. Ég veit ekki alveg hvernig sú niðurstaða verður en þær fregnir sem hafa borist af því benda til þess að það sé verið að gera stór merkilegar uppgötvanir og það algjörlega ljóst að það með einhverjum hætti að gera þessum málum betri og sómasamlegri skil heldur en gert hefur verið, það að segja sögu Reykjavíkur og söguna á þessum stað. Og ekki skulum við sjálfstæðismenn leggjast gegn því að það verið gert með sómasamlegum hætti, jafnvel glæsilegum hætti, en ég held að það væri nú bara faglegt og það hljóti nú að vera forsenda að minn átti sig á því hvað þarna að ræða á reitnum og nefni þá þessa fornleifarannsókn sem liggur fyrir að við hljótum að vilja sjá áður en við tökum ákvarðanir, stórar ákvarðanir þessum málum, hvað kemur út úr þessari fornleifarannsókn. Og maður fær ekki varist þeirri hugsun að borgarstjórnar meirihlutinn vilji ráðast í kaup á þessum húsum í miklum flýti til þess að draga athyglina frá óviðunandi vinnubrögðum varðandi málefni Víkur kirkjugarð sem hafa verið mjög í fréttum eins og borgarfulltrúar hafa orðið varir við. Það hefur verið farið yfir þau mál hér áður og við sjáum það að þar sem þar að koma í ljós, það röksemdir sem þeir sem vilja verða Víkur kirkjugarð koma fram, þá hljótum við að sjá, það lítur að benda til þess að við eigum að minnstakosti að fara okkur hægt við að taka stórar ákvarðanir. Þess vegna hefur verið lagt til hérna í borgarstjórnarmenn aðeins doki við og sjá að minnstakosti hvað kemur út úr þessum fornleifarannsóknum. Og það má segja að það komi í sífellu upp nýir hlutir á því máli og ég veit ekki betur en að borginni sé núna, það sé væntanlegt til borgarinnar, hefur kannski borist til borgarinnar bréf þar sem sóknarnefnd Dómkirkjunnar mótmælir þeim vinnubrögðum sem borgin hefur viðhaft varðandi Víkur kirkjugarð, telur að þessi garður og telur mér réttu auðvitað að þessi garður sé kirkjugarður Dómkirkjunnar eða Víkur kirkju sem auðvitað bara Dómkirkjan og kirkjan annaðist þennan garð aldir en lét síðan ríkið hafa afhenti síðan ríkinu eða ríkið tók við umsjón garðsins þá í trausti þess að þarna yrði áfram kirkjugarður og sóknarnefndin telur að hún telur sig geta heimilað að þarna verði eitthvað svona almenningsgarður eins og hefur verið og þá auðvitað hugsa vel um hann en telur sig aldrei hafa gefið leyfi til þess að það er byggt ofan í garðinn og telur að þá þurfa að minnstakosti leyfi skipt með sóknarnefndarinnar sem liggur ekkert fyrir varðandi það. Þannig að þetta mál verður ekki einfaldara og þess vegna fær maður ekki varist þeirri hugsun að markmiðið með svona tillögu sé að sannfæra þá fjölmörgu sem finnst að borgin hafi farið offærið þarna í Víkur kirkjugarði, garðsmálinu, sannfæra að það sé víst verið að vinna einhvern veginn í þessu máli að sína þessu sögu sóma. Og víst má alveg færa rök fyrir því að það er hægt að sína sögu Reykjavíkur svo tímalaust meiri sóma með því að stækka landnámssýninguna. En ég held að það skiptir þá mjög miklu máli að menn sjá hvað kemur út úr þessum uppgreftri og skoði niðurstöður hans og til að liggi ekki svo á að samþykkja þetta enda segir mér nú svo hugar að þetta verði mun dýrara heldur en hér er lagt upp með. Nú varðandi þessi hús þá þetta skiptir miklu máli að það sé
að elsta hús Reykjavíkur sé varðveitt með góðum hætti. Nú, borgin á tæplega meirihluta í minjavernd og því ágæta fyrirtæki og ég hygg að þegar að þessi ráðstöfun var gerð á sínum tíma að minjavernd tæki við húsinu og gerði það upp, þá sáu menn fyrir sér að þetta hús sem í eigu, að þetta fyrirtæki minjavernd sem í eigu borgarinnar og ríkisins, að þar með væri nokkurn veginn búið að tryggja að það yrði ekki farið illa með það hús, það yrði ekki sett inn einhvers konar starfsemi þar sem væri ekki við hæfi og það auðvitað slæmt ef rétt að sú starfsemi sem það núna auðvitað húsinu til sóma ef að það ber sig ekki og það þarf að leita á ný mið. En ég bara að heyra það fyrst núna sem sagt að það sé að gerast og heyra þeim möguleika að minjavernd sé að hafi hugsað sér að selja húsið á markaði. Mér finnst ekki komið til greina auðvitað að minjavernd selji húsið á markaði án þess að láta ríki og borg vita sem eiga fyrirtæki, þannig að það verður hægt að grípa inn í og þá má þetta velta fyrir sér ýmsum leiðum í þessu sambandi. Það verður þá hægt að velta fyrir sér leiðum til þess, eins og hér fjalla að setja nýja starfsemi í húsið, en það má líka velta fyrir sér að selja að leigja húsið annað, jafnvel undir veitingarekstur. Við sjáum að gömul hús víða um land eru notuð undir veitingarekstur, eins og til dæmis á Ísafirði sem eru sennilega hús sem eru eldri en þetta hús. Nú síðan mætti líka skoða þann möguleika til að verða elsta hús Reykjavíkur með því að borgin leysti það hús til sín, sérstaklega, litla húsið, en viðbyggingin verið leigð út með einhverjum hætti. Þeir sem hafa komað, þeir sjá að það eru skörp skil á milli gamla húsins og þessara nýju viðbyggingar, þó að hún sé þarna alveg á hangandi. En svona liggur í þessu og svo má líka velta fyrir sér, við höfum verið hérna fund eftir fund að fjalla ásigkomulag húsnæðisborgarinnar og það hefur verið dregið fram í ýmsum hætti, bæði hér í sölu borgarstjórnar og svo þetta bara í fréttum, að viðhaldi á vegum borgarinnar mjög ábótavant, ekki síst í skólahúsnæði skóla og frístundaheimila í borginni. Og ég held að allir borgarfulltrúar séu sammála það að þar þurfi svo sannarlega að gera betur, en það hefur líka verið bent á það í umræðu, til dæmis á síðasta fundi, að peningarnir til þessara mála eru ætíð takmarkaðir og við sjáum að það hefur gengið treglega að fá meiri peninga í viðhald þessara eigna, treglegar heldur en við mörg hefðum viljað, og við erum ekki komið fyrir vindi í þessum efnum, bara eins og fréttaflutningurinn í sumar bara með sér. En þá sjáum við hins vegar að þetta verkefni, þó að mörguleiti ágætt sé og metnaðarfullt í sjálfu sér, þá sjáum við að það er lítið mál fyrir borgarsjóð virðist vera að losa 0,5 milljarð króna í þetta verkefni, sem sagt í nýframkvæmdir. Og mér segir nú svo hugur að þessi upphæð verði nú, þegar upp verið staðið, verði þetta mun dýrara heldur en 450 milljónir. Þannig að okkur finnst þessi tillaga ekki vera eins vel unnin eins og hún ætti að vera, og þessi hugmynd, það þarf að vinna betur með þessa hugmynd heldur en gert hefur verið, og alls ekki taka ákvarðanir í neinum flýti. Kannski hefur það líka í huga að það komin kosningavetur, það kosningavetur og maður veit ekki alveg hvernig borgarstjóri hyggst spila fjármunum borgarinn út í vetur. Verður þetta vetur þar sem verður gefin fjöldi óábyrgra kosningaloforða varðandi allskyns húsnæði og allskyns framkvæmdir, og ef að borgarstjóri ætlar að gera þannig, þá þetta lágmarka við sjáum það svart á hvítu, hvort sem þessa framkvæmdir aðrar, eða bara segjum sem verður að lofa húsbyggingarstyrkjum til félagasamtaka, þá hljótu að gera það lágmarkskröfu borgarfulltrúar að ef að spila slíkum loforðum út, og auðvitað á ekki að spila slíkum loforðum út í stórum stíl, vegna þess að staða borgarsjóðs gefur ekki tilefni til þess, að þá sé lágmarkað menn átti sig á því hvaða fjárhæðir sé að tefla. Og það er ágætt að hér hefur þó þessi upphæð tekið samantala 450 milljónir, þó ég hafa nú miklar efasemdir að hún standist. En
En hér þarf auðvitað að fara fram umræða áður en við spilum út hálfum milljarði til nýframkvæmdar eins og þessarar. Hvort að þeir milljarðar sem við höfum á lausu, sem við höfum rauninni ekki marga milljarðar á lausu, hvort að eiga þeir að fara í nýframkvæmdir eins og þessar, eða eiga þeir að fara í okkar grunnþjónustu, í að styrkja grunnþjónustu, styrkja kjör og starfsaðstæður í skólum borgarinnar, leikskólum og grunnskólum og frístundaheimilum, og húsnæði þar sem hefur verið sýnt fram á hvað eftir annað að liggur undir skemmtum. Þetta eru þau sjónarmið sem ég vil koma fram fyrir þessari umræðu, en tek fram það væri auðvelt fyrir einhvern að reyna að rangtúlka þetta þannig að við séum bara móti því að sögunni sé gerð sómasamleg skil á þessum stað. Það er alls ekki þannig. Það er hins vegar mjög mikilvægt að við vöndum okkur og áttum okkur á því hvað nákvæmlega hættum að ræða áður en við fyrir að setja stórfé í nýja sýningu og að stækka landnámssýninguna með þessum hætti. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er ágætt að ræða málin hann í nágrenninu í leiðinni. En ég vil bara undirstrika það að þetta verkefni snýst það að kaupa þessi hús, tengja við landnámssýninguna og setja upp sýningu sem að trekkir að og skapar auðvitað tekjur á móti. Við vitum ekki ennþá nákvæmlega hvað, en þetta auðvitað hluti af því að gera sögu borgarinnar sýnilega, þar á meðal fornleifarnar sem hafa verið að finnast á svæðinu og önnur gögn sem að tengjast sögu hennar. Og það þetta líka menntamál í sjálfu sér og menntandi, varðandi umræðum að það beri að varast að taka stórar ákvarðanir varðandi Víkurgarð og svæðið þar í kring, að þá ekki verið að taka neina stórar ákvarðanir varðandi það. Það deiliskipulag núna í auglýsingu sem að gerir þeim sem eru þarna að fara í framkvæmdir kleift að endurreisa NASA sem tónleikasal og opna rýmin á jarðhæðinni þannig að þetta verði góð almenningsrými, en varðar ekki hvorki Víkurgarð eins og við köllum hann í almennu máli né heldur bílastæðið þar við hliðina á, þar sem hefur farið fram fornleifagröftur að undanförnu. Stóru ákvarðanina varðandi það að byggja út í Kirkjustrætið, það má veltaði fyrir sig hvort að þær hafa verið teknar þegar að húsin voru byggð þar á 19. öld, að segja má, en í svona nútímanum og núverandi skipulagi þá svo ákvörðun tekin 1986 og 7 í Kvosaskipulaginu. Það er þá sem veitt heimild fyrir því að byggja út í Kirkjustrætið þar sem bílastæði síðar var. Við höfum síðan fengið ítarlega kynningu á því í borgarráði að undir bílastæðinu leyndust gamla grafir og það sem að borgarfulltrúinn væntanlega vísa til hvort að þetta teljist á hluti Víkurgarðs. Því til að svara að hann hefur verið afmarkaður öðruvísi undanfarna áratugi og meir en hálfa öld allavega, og Minjastofnun sem stýrði þessum uppgrefti ákvað að láta fjarlægja grafirnar og grafa áfram, og þá var komið niður á muni gætu verið frá landnámsöld, það verið eða ábyrgðina þar á eftir, og það verið að rannsaka það núna, en allt hefur þetta verið fjarlægt og til rannsókn á vegum þeirra sem að stýrðu uppgröfturinum og undir bara þjóðminjalögum og lögum fornleifar. Og það auðvitað spennandi að geta sýnt almenningi þetta. Ég held að dettingum í hug eftir svona uppgröft að setja munina aftur ofan í jörðina þar sem þeir voru, en best ef það hægt að gera það aðgengilega og sýnilega einhvers staðar á svæðinu, og það getum við nefnilega gert núna þegar við erum búin að kaupa þetta hús. En þetta var svona kannski aðeins útúrdúr bara til þess að svara þessum vangaveltum sem að borgarfulltrúi var með uppi varðandi afmörkun Víkurgarðs. Það síðan önnur umræða í hvaða skilningi Víkurgarður
teljist kirkjugarður, hann hefur auðvitað ekki verið það mjög lengi, er ekki að skrá yfir kirkjugarða á heimasíðu kirkjugarða Reykjavíkur og prófastar heimsækja kirkjugarða minnst kosti einu svona ári og taka það út. Og ég veit ekki til þess að prófastur Reykjavíkur prófastama hafi heimsótt Víkurgarð áratugum saman og allt rennur þetta nú að sama brunni. Það er ekki þannig að hver og einn kirkja hafi sinn kirkjugarð. Reykvíkingar höfðu sína kirkjugarða og eins og við þekkjum að þá erum við núna að undirbúa nýjan kirkjugarð upp í Úlfarsfelli. Áður höfum við, og við erum auðvitað ennþá að nota kirkjugarðinn í Gufunes og síðan Hólavallakirkjugarðinn við Suðurgötu, en Víkur kirkjugarður er forveri hans. En þetta höfum við ítarlega farið yfir í borgarráðum, tengist ekki beint þessu máli, sem er kaupin á aðalstræti 10 og sýningum sögu Reykjavíkur þar. En ég þakka engar síður fyrir ágætu umræðu. Það er borgarstjóri lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarstjóra og það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, já, ég gerir mér fyllilega grein fyrir því að hér að ræða afskaplega merkilegt hús. En engu að síður þá velti ég fyrir mér, þetta hús er í eigu minjaverndar, það er friðað. Hvers vegna við hér í borgarstjórn erum að setja það í forgang að kaupa húsið? Það er ekkert að fara. Höfum við ekki næg önnur forgangsverkefni sem eru brýnni? Erum við ekki með mikla manneklu í leikskólanum? Og starfsumhverfið þar er gjörsamlega óviðunandi og sums staðar heilsuspillandi. Hefði ekki verið nær að forgangsraða í þágu þeirra verkefna? Það að kaupa ekki húsið kemur ekkert í veg fyrir það að koma upp sýningu í húsinu. Við hefum einfaldlega getað leigt húsnæði til tiltekins tíma og það hefði alltaf komið ódýrara út fyrir Reykjavíkurborg. Ég verð bara að lýsa þeirri skoðun minni hérna að mér finnst þetta röng forgangsröðun, sérstaklega á þessum tíma þegar borgin ræður ekki við helstu grunnþjónustu og þau verkefni sem að snúa að henni. Þá er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar að svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, því er til að svara að minjavernd var í þessum vanda og vildi annarkvæmt leigja húsið undir veitingarekstur eða selja það óskyldum aðilum. Þannig að það var svolítið að hrökkva eða stökkva fyrir borgina út frá þessum gömlu hugmyndum og framtíðarsýnum sýningu þarna. Hugsanlega erum við öll sammála það hér í þessum sal að ef það myndi leysa manneklu í leikskólum eða velferðarþjónustu eða annar staðar að draga úr malbiksframkvæmdum eða kaupa ekki þetta hús eða slá að fjárfestingu bara yfir höfuð, þá verðum við örugglega mjög mörg til í að skoða það. En nú hef ég engan hitt sem telur að samhengi hlutanna sé þetta. Það er kallað eftir vinnuafli mjög víða. Það getur hluta til snúist laun og peninga, en hluta til líka aðra hluti. Ég er að láta taka saman hvaða eru margir í vinnu við frístund og leikskóla. Hugsanlega að það er aldrei verið fleiri en núna. Hluti mannekluvandans og frístundaheimilum er nefnilega það að þjónustan við börnin, sérstaklega í 3. og 4. bekk, er alltaf að verða vinsæll og vinsælli. Þannig að við þurfum á hverju ári alltaf fleiri og fleiri og fleiri og eigum erfiðara með að manna. Það er ýmsir hluti sem eru ekki að hjálpa. Til dæmis höfum við undanförnum árum notið töluvert við krakka á framhaldsskólaaldri sem eru núna komin í 3 ára framhaldsskólanám og bæði eru stundatöflunar að breytast og þau treysta sér síður til þess að sinna jafnvel svona skemmtilegum og áhugaverðum störfum meðfram námi sínu. En þetta erum við að skoða. Það eru 2 hópar sem voru settir af stað á skóla- og frístundaráði í síðustu viku sem ætla að skoða næstu 2 vikur og þetta eru auðvitað eins og varðandi Víkurgarðinn önnur umræða en allt til að taka hana líka. Það er borgarstjóri lokið við að svara andsvari, andsvörum telst lokið og einnig þessari umræðu og við göngum til annars liðar á dagskrá sem er aðgerðaráætlun þjónustustefnu Reykjavíkurborgar
samanber 53. lið fundargerðar borgarráðs frá 14. september 2017 og fyrstur tekur til máls Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, ég ætla sem sé að kynna stuttlega þessa aðgerðaráætlun sem að skrifstofa þjónustu og reksturs hefur útbúið út frá samþykktri þjónustustefnu borgarinnar sem var unnin innan stjórnkerfis- og lýðræðisráðs á sínum tíma og endanlega samþykkt hérna í borgarstjórn. Það að hafa samræmda heildstæða þjónustustefnu fyrir alla Reykjavíkurborg markar ákveðin tímamót og nokkuð sem að var búið að gera nokkra tilraunir til að koma á. En nú höfum við þessi stefnuna og hún er tiltölulega einföld eins og góðar stefnur eru almennt. Byggist á nokkrum meginmarkmiðum sem eru annars vegar fagmennska og svo notendamiðuð hönnun, skilvirkni og nærþjónusta. Og andi hennar er pínu þannig að færa borgina pínu frá því að vera svona kerfismiðuð og hugsuð út frá starfsfólkinu og hvað er best fyrir kerfið okkar og horfa meira til notendana sjálfra, sem sé borgarbúa. Hverjar þeirrar þarfir eru og hvernig þeir eru að upplifa þetta kerfi og koma svolítið til móts við þá. Þetta er nú bara í ágætu samræmi við þróunina á opinberri stjórnsýslu almennt. Það eru ýmsar erlendar fyrirmyndir hér og þarna eru auðvitað horft mikið til rafrænar þjónustu sem að býður upp að mikla möguleika á gagnsæi í þjónustunni og að fólk geti nálgast hana þar sem það er á netinu, heima hjá sér eða í símtækjunum nú orðið, er flestir með það á sér. En aðgerðaráætlunin er líka frekar einföld. Hún byggist á því að stofna teymi starfsmanna sem að halda utan innleiðinguna og sjáum fyrir okkur að skrifstofan sér fyrir sér að fá inn bara ráðgjafa sem að þjálfa starfsfólk í þessari aðferðafræði þannig að það verið sjálfbært. Og þetta byggist á þessari, eins og ég segi, þessari notendamiðuðu hönnun sem að í aðgerðaráætluninni er kölluð design thinking sem sé að með útfærslu og hönnun allra þjónustuferla borgarinnar þá verði tekið tillit til þessara hönnunar aðferðafræði út frá notendanum. Og það er sem sé já, þetta er í nokkrum fösum, þetta er að sjálfsögðu í gögnunum en það var full samstaða þetta bæði í stjórnkerfis- og lýðræðisráði og borgarráði að fara út í þetta og þetta rúmast innan fjárhagsramma þessa árs og fyrir næsta ár er þessu vísað til fjárhagsáætlunargerðar upp á að tryggja fjármagn og að sjálfsögðu þetta eins og hinn almenna stefnumótun snýst aldrei að nýta fé betur þannig að kannski til lengri tíma er þetta frekar sparnaður útgjaldaauki að fara aldrei markvisst í að endurstofa kerfin og gera þau skilvirkari og notendamiðaðri. Þetta snýst náttúrulega sjálfsögðu ekki bara fjárhagslegan ávinning og sparnað heldur bara ávinning fyrir borgarbúa sjálfa að spara þeim sporin og gera stjórnsýsluna svolítið skilvirkari og tryggja að hún einfaldlega mæti þörfum fólks. Takk fyrir. Það var Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi löggi máli sínu og Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi er næsta mælendaskrá. Forseti, kæru borgarfulltrúar, mér langaði bara rétt að koma upp og lýsa ánægju minni með þetta. Ég held að það séu gríðarleg tækifæri í þessu. Að fara í gegnum alla þjónustu borgarinnar út frá notendum og nýta okkur þessa design thinking
aðferðafræði sem í rauninni að kalla til fólk sem hefur þekkingu á hönnun. Af því að það oft svolítið flókið að sækja þjónustu til Reykjavíkur. Það getur oft virkað flókið fyrir íbúa og við sem erum að skipuleggja þjónustuna, skipuleggja mann oft út frá kerfinu og kannski á þess að átta okkur á því. Þannig ég held að það sé gríðarlega tækifæri og ég vonast þess að við náum að innleiða þetta, komum við inn í fjárhagsáætlun á næsta ári og náum að fara í gegnum alla ferla þjónustunnar og þá ég ekki síst að hugsa ferla á velferðarsviði. Það mjög margt þar sem að mætti einfalda og gera borgarbúum í rauninni auðveldara fyrir að nálgast þjónustu velferðarsviðs og ég gerir ráð fyrir að það séu fleiri svið með sama hætti sem hægt að nýta sér þessa aðferðafræði við. Þannig að ég bara fagna þessari tillögu og við auðvitað afgreiddum hana með mjög ákveðum hætti í borgarráði og síðan ég búin að lesa mér aðeins meira til design thinking og finnst þetta bara frábær tillaga. Það var Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að taka til máls. Við ætlum að verða við því. Kæra þakki forseti og borgarstjórn. Ég vil eins og málshefjandi Halldór Auðar Svansson og borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir fagna þessu skrefi. Það hefur verið mjög gaman að taka þátt í þessari vinnu í stjórnkerfis- og lýðræðisráði að móta fyrsta lagi þjónustustefnu og síðan stíga þetta næsta skref sem að byrja að jartengja þessa stefnu. Ég held að maður spyr sig af hverju erum við ekki löngu búin að gera þetta. Þetta eru tiltölulega svona common sense hlutir sem að koma fram í þjónustustefnu en hárétt sem að koma þau fram í þessari stuttu umræðu en snörpu að við höfum komið okkur upp hér og það ekkit einskorðað í borgina en við höfum komið okkur upp kerfi sem að of ópersónulegt og bara eins og við þekkjum í ráðuneytum, í stjórnarráðsins og væntanlega í flestum svona kerfum á vegum hins opinbera að þá geta verið þrautin þyngri fyrir venjulegt fólk að rata þessi kerfi og fá eðlilega þjónustu við sínum málum og Heiða Björk Hilmisdóttir nefndi velferðarsvið. Ég vil líka draga fram að á vettvangi skóla- og frístundasviðs eru veruleg tækifæri til þess að bæta þjónustuna út frá þessum nálgunum sem að þarna eru lagt upp með að horfa á notandann, setja sig í spor notenda og reyna átt að sjá því hvað það sem að þeir þurfa á að halda þegar þeir koma til borgarinnar með sín mál. Eitt dæmi sem ég vil nefna þar skólaþjónustan og tenging skólaþjónustana við starfsemi skóla- og frístundasviðs. Þar ég hef lengi furðað mig á því hvernig mönnum datt í hug að skipa málum með þeim hætti að skólaþjónustan væri staðsett á öðru fagsviði heldur en fræðsluskrifstofa skólamála og held að það sé eitt af því sem að þurfi að stokka upp. Núna það reyndar að gera sem mjög gleðilegt að samstarfið á milli skólaþjónustunar og skóla- og frístundasviðs líklega meira og betra heldur en nokkur sinni fyrr og mikill vilji á báðum sviðum til þess að gera þessa þjónustu strömlínulaðari og mín skoðun svo að hún eigi að fara fram sem mest út í skólunum sjálfum. Ég held að það yrði gríðarlegt framfaraskref fyrir skólana og umfram allt fyrir okkar nemendur. En þarna eru mikil tækifæri. Þetta ekki flókið upplegg í þessari aðgerðaáætlun. Hún skýr og einföld en þeim mun betri fyrir vikið. Þá Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og við göngum til þriðja liður og útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lifandi umferðarupplýsingar og málshefjandi Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti og borgarfulltrúar. Hér liggur fyrir tillaga lifandi umferðarupplýsingar sem að við reyndar lögðum til fyrir síðasta borgarstjórnarfund en ákváðum að fresta vegna þess að bara við vorum öll orðin nokkuð þreytt held ég á þeim fundi. Í millitíðinni gerist hins vegar það að við leggjum hana fyrir
umhverfis og samgönguráð og skipulagsráð fyrirgefið og þar hún nú. Þannig að tillagan sem að hljóða svo, borgarstjórn samþykkir að vísa því til umhverfis- og skipulagsráðs að gera borgarbúum kleift að skoða lifandi upplýsingar umferð á helstu stofnleiðum borgarinnar og vef borgarinnar eða í sérstöku smáforriti. Ferðatími og annar tími í borginni gríðarlega misjafn og getur jafnvel tekið þátt í klukkutíma að fara frá Grafarvogi niður í miðbæ á mesta álagstíma. Eins mætti á þann hátt skila mikilvægum upplýsingum tafir vegna viðgerða eða lokana. Mikilvægt að aðstoða fólk við að sjá þessar upplýsingar á aðgengilegan hátt svo að það í auknum mæli taki ákvarðanir að forðast mesta álagstíman og nota ætti öll tiltæk ráð til þess. Við höfum svona þann grunn að borgarstjórn myndi ákveða það að vísa þessu máli til umhverfis- og skipulagsráðs og þannig að við lögum þetta bara til þar, þannig að ég held að við tökum þetta ekki til afgreiðslu hér, en hins vegar tel ég að þetta sé mjög mikilvægt mál og mjög í anda þeirra stefnu sem unnið eftir. Ég veit að það hefur verið að reyna að gera samgöngusamninga við fyrirtæki í borginu að hafa vaktir ekki lagða fram á þann hátt að allir séu í einu umferðinni og vera að draga úr álagi á mesta álagstíma. Svo það auðvitað svo að það eru upplýsingar til, eins og það er hægt að lesa Google Traffic og sjá þar upplýsingar sem að mæltar eru með farsímum og tækjum í bílunum og þar er hægt að sjá hversu mikið álag er á vegina. Hins vegar bara fólk ekkert almennt held ég að nota þetta eða það mætti allavega koma þessu betur til skila frá borginni, bara alveg eins og við gerum með loftslags upplýsingar eða eitthvað slíkt. Þannig að við hefðum allavega á vefnum einhvers konar, jafnvel gætum bent fólki á að sé það að ferðast ákveðnum tímum, þá er líklegt að sé ákveðið lengi á leiðinni og útskýrt fyrir fólki að það getur jafnvel tekið klukkutíma að fara frá Grafarvogi og niður í miðbæ á versta tíma og það er nú það sem er að gerast núna í haust, maður finnur það og þá er þetta spurning og eiginlega okkar hlutverk að reyna að finna út úr því, einhver möguleiki að fá fólk með í lið til að hagræða tíma sínum eða vegakerfið sprungið og hér getur legið mjög mikilvæg spurning því að þarna eru auðvitað milljarða króna framkvæmdir þá undir ef ekki tekst að vinna þetta með þessum hætti fyrir utan að það er framkvæmdir sem við gjarnan vildum fara í og teljum að séu nauðsynlegar fram í framtíðina, þar eru að öllum líkindum ekki að fara verða veruleika fyrir í fyrsta lagi eftir 10-15 ár. Þannig á þessum tíma þarf að gera eitthvað. Og til þess þurfum við að vera dálítið hugmyndarík og fara að vinna með aðeins svona beittari hætti í þessum málum. Ég veit að hér hefur svona verið svo stefna að tala ekkert úrbætu fyrir þá sem kjósa að ferðast á einkabíl. Það hefur bara ekki verið stefna hér. Þannig ég held að við þurfum að fara að ræða þetta mál af jafnmiklum áhuga og eitthvað annað. Því að það er hægt og borgir hafa með allskyns aðferðum reynt að hafa áhrif á nákvæmlega þetta og hér er þá ein tillaga sem við leggjum í púkki til þess að opna á þetta. Við teljum líka að Reykjavíkurborg eigi að fara í, skipta sér að umferðarstjórnun, hún eigi að fara í einhvers konar samtal við vegagerðina og með sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu til að í raun og veru bara fara í gegnum það hvernig umferð verður best stjórnuð á svæðinu. Þetta er bara gert í mörgum borgum og nú er það bara svo að það er hægt að lesa fullt af upplýsingum. Ég veit að það er verið að fjárfesta í einhverju sem heitir smart-tækni en málið er að ég held að sé engin ástæða til að vera að bíða eftir því. Við getum fengið upplýsingar nú þegar, bara til dæmis eins og Google upplýsingarnar og byggt á þeim. Þær eru opnar, við getum nýtt þær, við eigum að nota þær ennþá betur, bæta við umferðartöfum, koma upplýsingum miklu hraðar til skila til fólksins, situr heima, flest hlustar kannski á útvarpið eða opnar netið á hana fyrra stað. Þannig þetta eigum við auðvitað að vinna með. Nú veit ég ekki með árangur samgöngusamningana, það verður auðvitað líka gaman að fara eitthvað yfir þá, hversu í raun og veru
já, mikið er talið að þeir hafi létt á vegakerfinu. Ég hef ekkert séð neina umfjöllun það nýlega og hef þó setið í umhverfis- og skipulagsráði í allavega nokkurn veginn þetta ár. Svo bara mikið það í bili, en þannig að ég þá legg til að þessi tillaga verði ekki til afgreiðslu hér, því hún liggur inn í uskinu, en vildi bara svona aðeins fylgja henni. Takk. Já, það er Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. 2 hafa beðið orðið og fyrstu þeirra er Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Við tökum líklega tillöguna til afgreiðslu og vísum henni þá bara inn í uskið, þannig að hún fái þá eitthvað formlegt ferli hér. Byrjaði að tala, sko, en ég meina þetta er ekki náttúrulega, ég tala ekki á það tíma. Þetta er alveg 10 sekundur. 15. Ég veit það eru þá 15 sekundur sem ég hef upp á að laupa. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta er, já, sem sagt, hvað maður að segja, hugsunin að baki því að huga hér að svona meira lifandi og nákvæmari umferðarstýringu er góð og gild og þetta margar leiðir sem að væri hægt að fara í því samhengi. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir nefndi hér meðal annars Google Maps en það er auðvitað mjög háþróað tæki sem að sýnir með nokkuð nákvæmum hætti nú þegar, meðal annars hér í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu, hvernig umferðin er að hreyfast og ég held reyndar að það sé vanmat hjá borgarfulltrúanum að fólk nýti sér þetta ekki. Því að það er nú þannig að þú þarf nú ekki að fara lengra inn í Kópavog til þess að það sé nú alltaf því nauðsynlegt að nýta sér aðstoð Google Maps og víðar. Borgin hefur auðvitað dreifst mikið og fólk er ekki keyra eða ferðast með sama hættu áður, þannig að hver og einn borgari þekki hverja götu í borginni, það er bara liðin tíð. Og ég segi allavega til dæmis fyrir mína parta að ég nota Google Maps heil mikið og nú síðast bara, já það var fyrir svona viku síðan, þá var ég myndi að koma af Suðurnesjum og svona 8 morguninn og þá gat ég séð mjög nákvæmlega í Google Maps hvar mestu tafirnar voru. Þar voru til dæmis framkvæmdir í gangi á Kringlumýrarbrauti ef ég man rétt og þar var mjög nákvæmlega tímasett hvað væri miklar tafir að fara þar, hvað ég myndi græða mikið á því að fara Sæbrautina og svo framvegis. Þannig að þessar upplýsingar eru nú furðu nákvæmar nú þegar. Það að borgin myndi fara að smíða eitthvað sérstakt app til þessa held ég að væri ekki skynsamleg hugmynd. Ég held að það sé mun svona gæfuríkara að við nýtum það sem þegar er og kannski frekar okkar hlutverk að safna upplýsingunum með nákvæmari hætti ef það er mögulegt. Það er auðvitað fyrirliggjandi í stefnu til dæmis endurnýju lýsingar. Þar er ljósastaurum auðvitað gefið aukið hlutverk. Ljósastaurar eru í endurnýju lýsingar í borgum heimsins gríðarlega mikilvægt tól til þess að safna og miðla upplýsingum og það er gert með því að það sé hægt að tengja í þá netljósleiðara eða sem sagt með ákveðnu millibilari, þannig að það er svona Wi-Fi tenging milli stöðranna. Það getur nýst líka í meira lifandi umferðarstýringu
hvað varðar götuljós, þar sem að skynjararnir sem að þú setur upp gefa þér möguleika á því að stýra umferð með meira lifandi hætti en gert í dag. Þetta á reyndar kannski síst við á mestu álagstímanum. Vegna þess að þá er það auðvitað þannig að vegirnir eru bara nokkuð þétt setnir og þar eru auðvitað eins og borgarfulltrúinn Áslaug María benti á ýmis önnur tól sem gætu verið árangursríkari, eins og til dæmis það bara að dreifa betur álaginu með því að vinnustaðir til dæmis byrja ekki allir á sama tíma, skólar byrja ekki allir á sama tíma og svo framvegis. Við vorum nú mörg okkar hér að vinna í síðustu viku að mótun menntastefnu. Þar er eitt af því sem er rætt af fullri alvöru er hvaða áhrif hefur það á börnin ef skólastarf myndi hefjast síðar á morgninum, hálftíma, klukkutíma, jafnvel 1,5 klukkutíma. Það eru margar rannsóknir sem benda til þess að það myndi hafa jákvæð áhrif á skólastarf. Það gæti líka haft ákveðna breytingar að för með sér á samgöngur og álag á okkar samgöngu innviði. Og sem dæmi, ef þú tekur háskólana sem dæmi, þar sem ótrúlega hátt hlutfall nemenda virðist ferðast á einkabílum, það sýnir sig að þegar háskólarnir og framhaldsskólarnir hefja göngu sína á haustin, að þá eykst umferðarálag gríðarlega. Þar ætti fólk í raun og veru að vera nokkuð í lófa lagið að hafa örlítið meiri sveigjanleika hvað varðar að hefja skólastarf að morgni. Og við sem stór vinnustaður Reykjavíkurborg, við verðum auðvitað líka að skoða þetta út frá okkar sjónarhóli. Væri það skynsamlegt fyrir okkur að létta álaginu á samgöngu innviðunum með því að dreifa opnun vinnustaða mismunandi þjónustu með öðrum hætti. Samgöngusamningarnir eru svo enn eitt púsl í þessari mynd og mér minnir nú að það séu eitthvað 1500 samningar sem þegar hafa verið gerðir og þeim fjölgar nokkuð ört og þar getur verið heilmikil sóknarfæri, ekki síst ef að fleiri vinnustaðir stóri sem smáir taka upp eitthvað áþekkt fyrirkomulag. En þetta er bara þetta er umræða sem á í raun alltaf rétt á sér og er bara mjög gott að taka með reglum hætti og vissulega okkar, já það er raun og veru þá spurningin hér, hvað er skynsamlegasta innlegg okkar í þetta? Er það með beinum hætti að smíða einhvers konar upplýsingar? Við munum öll, þegar við fórum til útlanda hér í eina tíð, þá var alltaf, og það er í bílunum okkar, sérstaklega eldri bílum, þar er svona sérstaklega hnappur og útvarpstækinu, þar sem er boðið upp á svona umferðarútvarp, traffic news. Þetta er náttúrulega svona barn síns tíma og nokkuð úrelt að verða, en ég held að það sem sagt að við myndum setja upplýsingarnar út, þar að segja safna upplýsingum og hafa þær aðgengilegar öllum, það myndi vera til mest gagns því að bæði Google og hugsanlega aðrir aðilar, stórir sem smáir, gætu séð sér hag í því að smíða úr því tæki sem að myndi veita enn meiri upplýsingar en við höfum aðgang að í dag. Þá hefur Sigurbjörn Blöndal borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvar og það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tel að það sé mjög mikilvægt að við leitum allra leiða til að koma þessum upplýsingum á framfæri. Það sem að borgarfulltrúi Björn Blöndal nefndi með það að sums staðar í útlöndum sé hægt að íta okkur sérstakan hnapp á útvarpinu til að fylgjast með
umferðarupplýsingum og telur að það sé úrelt. Ég ekki sammála honum. Sjálf var ég að keyra frá München til Frankfurtar daginn og þetta kom með feikilegu gagni allavega í mínu tilfelli. Ég held að við einmitt að horfa á margskonar leiðir, fjölbreyttar leiðir til þess að koma þessum upplýsingum á framfæri. Sumir eru mjög tölvutækir, aðrir ekki. Sumir fyrir betur á að hlusta á upplýsingar meðan öðrum finnst betra að geta lesið þær einhvers staðar og enn aðrir leitað að upplýsingum á netinu og því víðar sem við höfum þessar upplýsingar því betra og því mun meiri líkur á því að við aukum umferðaröryggið. Varðandi það að hefja skólana seinna á morgnana og að einhverjir vinnustaðir hefji sitt starf síðar á morgninum til þess að dreifa umferðinni. Þetta hefur verið í umræðunni í þó nokkuð mörg ár en svo virðist ekkert gerast í því máli. Ég held að við ætlum að taka höndum saman og fara þá að ræða við skólana og við atvinnulífið varðandi þessar hluti ef við ætlum að koma því á. Það Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og borgarfulltrúinn svarar andsvari borgarfulltrúans. Fyrir forseti, borgarfulltrúar ágætir. Já, ég tek undir það. Það er búið að ræða þetta með byrjunarpunkt dagsins og sammála því. Það er aðgerða þörf, því fyrir því betra. Ég held eins og að varandi að því að umferðarútvarpið er nefnt hérna og það er auðvitað gott að blessa það og það getur vel verið að umferðarútvarp nýtist einhverjum en það er engu síður, hvort sem okkur líka betur að verð, þá er það form sem er á útleið. Það er ekki form sem er í sókn og það vita allir, það er bara svoleiðis. Nýtingin, hlustunin á það, allar mælingar sýna það og ég held að það væri full bratt fyrir okkur að ætla okkur að gera allt, ætla að smíða app, ætla að vera með umferðarútvarp og svo framvegis. Þannig að við þurfum að ákveða hvar okkar fókus á að vera og okkar fókus á fyrst og fremst að mínum mati að vera sá að afla upplýsingarna með tækni og ýta þetta undir miðlun en ekki að fara að koma á einhverju umferðarútvarpi eða smíða eitthvað app. Það er Sigurður Björn Blöndal lokið við að svara andsvari og andsvarum telst lokið og næstu tekur til máls Halldór Auður Svansson borgarfulltrúi. Settu á borgarstjórn, ég ætlaði bara að koma því snöggvast á framfæri að fyrst að hérna verið að ræða upplýsingatækni mál og miðlun upplýsinga og samantekt þeirra og svona gagnamála og þetta kemur inn á þau mál sem við erum að ræða hér áðan að þá höfum við stofnað svo kallar rafræna þjónustumiðstöð undir skrifstofu þjónustu og reksturs sem að er ætlað að starfa að þvert á borgarkerfið af því að forgangsraða upplýsingatækni í verkefnum og verkefnum tengdum þessari rafrænu þjónustu. Þannig að ég vildi einfaldlega minna á það og svona kannski koma því að miða við þetta nýja fyrirkomulag sem við erum ennþá að koma á þá er kannski ekki alltaf besta leiðin til að hreyfa almennilega við hlutum að láta þá sitja inn á sviðunum eða svona einstökum svona fagráðum heldur að reyna að taka þetta svolítið þvert yfir og bendi bara öllum sem hafa áhuga á að reyna að vinna þannig eða kynna sér þessa nýjung að ræða við skrifstofustjóra, skrifstofu þjónustu og reksturs Óskar Sandholt eða þá bara beint við deildarstjóra þessar rafrænu þjónustumiðstöðvar Frost Sigurðsson. Þetta eru drífandi náungar með uppfyllir af krafti og hugmyndum. Já, ég vildi bara koma því á framfæri að það er örugglega ykkur til þess að vinna að skoða þessa leið. Það er Halldór Auður Svansson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, borgarfulltrúar. Já, ég held að það nefnilega megi bara fara að gera miklu betur í að skoða hvernig megi gera betur. Einhverjir eru að nota Google Maps, aðrir eru að skoða Google Traffic, sumir eru það klárir, þeir eru að nota eitthvað leiðis ofan að þetta til að sækja gögn og nota fyrir sig. Þarna vantar inn fullt af gögnum sem eru til hjá öðrum aðilum, sem að mætti einmitt einhvern veginn reyna að setja fram, og nú ég alls ekki að leggja til að sviðið þurfi endilega að setja með þetta en eitt þannig, það myndi vel bjóða þetta út. Það er nú ekki langt síðan maður las í blöðunum eitthvað nýsköpunarteymi, ég held að það hafi verið 3 ungir menn sem að umferðarstýra heilli borg frá öðru landi, mjög áhugavert. Þannig að ég held að sé margt að gerast í þessum málum sem að við þurfum að fara eins að vakna og átta okkur á. Eins er það með sjálfkeyrandi bílana og þá tækni sem bara að fara að ryðja sér til rúms. Því meira sem maður lesum þá, því meira sér maður, eða allavega ég tala fyrir mig, því meira sé ég að ég hef haldið að það væri lengra í þá tækni. Þetta eigum við alltaf eftir að setja niður fyrir okkur, og ég held að með því að byrja að skoða hvaða rafrænar upplýsingar við getum safnað, hvernig gerum við það, hvernig best að haga því öllu saman, því meira tilbúnari verðum við til að taka móti þeim nýjungum sem að fara að dynja á okkur. Og ég held að við séum ekki í neinni, við erum ekki tilbúin. Reykjavíkurborg er ekki tilbúin. Reykjavíkurborg hefur ekki einhvern veginn opnað augun fyrir því að sjálfkeyrandi bílar muni hafi innreið sína hér eftir 10 ár. Og ef hún ekki gerir það ásamt vegagerðinni og öllum aðilum sem þar verða að koma af, því að sjálfkeyrandi bílar get ekki keyrt nema vegakerfið sé í lagi og merkingar séu í lagi, að málningin á götunni sé í lagi, því að það er það sem bílinn les. Þá náttúrulega erum við að hindra innreið þessara nýju tækni inn í borgina, og það er bara margt svona sem liggur fyrir, eitthvað sem við eigum að vera jafnvel búin að gera, en segjum já, ég meina þessi tillaga orðið svona, hún getur vel, hana má eflaust orða betur og margt hægt að gera, en hún er kannski fyrst og fremst til þess að svona hrist upp því að þurfum að taka þetta aðeins lengra. Það var Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi óskaði eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans og það er Sigurður Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, akkurat, takk fyrir það, það er bara fínt að vekja máls á þessu. Margt sem að má gera betur eins og alltaf. Ég veit að umhverfis- og skipulagssvið hefur verið í sambandi við þá aðila sem að standa að Google, til dæmis Google Maps, varandi það að koma þangað inn upplýsingum framkvæmdir sem að hugsanlega væri hægt að miðla inn í það viðmót, og það væri auðvitað mjög æskilegt ef að slíkt tækist, af því að umræðan barst hérna þess að sjálfkennandi bílum sem er sérstakt áhugamál hjá mér og mjög spennandi og skemmtilegt og áhugavert fyrirbæri. Sjálfkennandi bílar, kannski ekki eins mikil allsherja lausn og margir vilja meina, að þá er það auðvitað þannig í áformum það sem við köllum snjallborgarvæðingu, smart city væðingu, að þar er akkurat verið að gera ráð fyrir öllum þessum möguleikum til framtíðar. Og eitt af því sem er það lykilatriði, algjört lykilatriði, það er að svo lýsing, við endurnýjum lýsingar hér á næstu 2 til 3 árum, að þar sé komið upp, eða þar sé í raun og veru til staðar svo tækni sem þarf til þess einmitt að geta sent í og teki við upplýsingu frá til dæmis sjálfkeyrandi bílum. Því þeir keyra ekki bara eftir málningu, þeir keyra þetta fyrst og fremst á bara Wi-Fi, við skulum bara segja það eins og er. Þeir keyra fyrst og fremst á Wi-Fi. Það er þeirra aðal tól, og þegar við erum búin að endurlýja hér lýsingu alla borg, að þá held ég að þar séum við komið með alveg gríðarlega öflugan grunn að
þeirri þróun sem að væntanleg að varða til dæmis sjálfkeyrandi bíla? Já, þá hefur Sigurbjörn Blöndal lokið við að veita andsvar og andsvari svarar Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Borgarstjóri, forseti og borgarfulltrúar. Já, nákvæmlega. Þetta er alveg algjörlega mjög áhugavert að skyggnast aðeins inn í það sem að mun koma hingað og mun hafa áhrif á alls konar ákvarðanir sem að þarf að taka hér í næstu framtíð. Þannig að það sko, ég tek nú bara undir það með borgarfulltrúa Sigurður Birni Blöndal að þetta er eitthvað sem að já, þarf að skoða. Ég er ekki sammála því að svona, hann kannski sagði ekki beint, en talaði að hér væri hafin einhver innleiðing á svona smart city. Mér finnst bara ekki nógu mikið lagt í það. Mér finnst þetta svona, það svona sett eitthvað svona pingulítil fjármögnun inn í þessa þróun. Ég veit ekki hvað, þú veist, hvernig menn sjá fyrir sér að þetta sé búið að innleiða þetta í Reykjavík. Ég held að sé sko allt á mörg ár. Ég held að sé ekkert eiginlega fjármagn inn í þessu málaflokki. Nema þá það er 100 milljónir sem að við sjálfstæðismenn lögum til að fara í nýsköpunarverkefni fyrir inn í velferðarmálin. Ég ætla að vona að það sé ekki það sem að menn ætla að fara að reka Smart City borgin á, þó það sé auðvitað líka hluti af henni. En þá finnst mér að það eigi að fá að liggja inn í velferðarmálunum. Ég held að það hafi ekki verið nægilega svona mikið sett í þróun alla, hver sem hún í borginni, og þá umferðin ekki undanskilin. Annars þakka ég bara fyrir umræðu. Það er Áslaug María Friðriksdóttir lokið við að svara andsvari og andsvar veitir öðru sinni Sigurbjörn Blöndal borgarfulltrúi. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, já, takk fyrir þetta. Ég ætla nú ekki að láta borgarfulltrúan komast upp með að eiga síðasta orðið í þessari umræðu og minni á ég á í það minnst eina stutta athugasemd eftir. Sko, það er alveg rétt að já, það var eins og með myndi. Það er alveg rétt að það mætti að sjálfsögðu setja eða hugsanlega þyrfti að verja meiru fé til þessara snjallborgarvæðingar en gert hefur verið. Hins vegar þá er lykilatriði að við séum svona nokkurn veginn með það á hreinu hvernig sem sagt, í hvað þessi peningar að fara og hvaða áherslur eru í þróuninni hjá okkur. Hér hefur félagi minn góður Pétur nokkur komið með síma með litlu letri, ég er ekki mikil lerum, þannig ég mun aldrei sjá þetta. En hins vegar, það var eitt lykilatriði í þessu og það er það, af því að þú segir að við séum ekki komið nægilega langt, borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir, og ég get alveg tekið undir það. Þróunin hins vegar í þessu, hún mun væntanlega aldrei hætta, af því að ég held að það sem ég hæpið að við munum lengi vera á þeim stað að við séum langt á undan þróuninni. Við verðum hins vegar að byrja á því, í það minnsta að ná í skottið á henni og búa okkur undir þá og það mesta gagni sem við gerum, það er að setja sem mest af upplýsingum út þannig að nýsköpunarfyrirtæki og ýmsir þeir sem að vinna úr slíkum upplýsingum geti nýtt sér það og sett það í einhvers konar viðmótsbúning sem mismunandi þarfir borgarann kalla á. Útvarp, app og svo framvegis. Kannski ekki útvarp, ok, það er pínu yesterday. Okay. Það hefur Sigurbjörn Blöndal lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvari svarar öðru sinni Áslaug María Friðriksdóttir. Borgarfulltrúar, já, ég tek bara undir það. Það sem þarf að gera er að
gera þeim sem geta kleift og nota þær upplýsingar sem til eru og liggja kannski nú þegar ónotaðar einhvers staðar. Við vitum til dæmis hvað við eigum að geta veitt upplýsingar hvar bílastæðin liggi í borginni. Við eigum að geta leiðbent þeim sem eru á ferðalagi borgina hvar best væri fyrir það að fara til að leggja. Við eigum að láta þau vita hvar slys verður, hvar lokun hvar eitthvað kemur upp. Við getum unnið eins með hjólin. Þetta allt eitthvað sem að krefst ekki mikils, fjármögnunarkostnaðar í byrju. Ef það sem við eigum að gera núna með við getum og ættum að vera byrjuð á að safna öllum þeim upplýsingum sem liggja inn í okkar kerfum og vekja athygli á þeim, vonandi auðvitað vill eitthvað notar, það verður auðvitað best. En allavega, einhvern veginn þá að við fórum að stað hérna fyrir nokkrum árum og þá sé við borgarstjórn því við hérna í minnihlutum vorum auðvitað mjög sammála því, en það að vinna með opin gögn og það að koma opnum gögnum út í samfélagið, einmitt þannig að þeir sem þau geta notað og kunna að forrita í kringum þau, kunna að smella viðmóti ofan á þau, geti unnið með það. Ég held að vanti svolítið upp á við höfum haldið rétt á spöðunum þarna. Það fór á stað eitthvað kynning, síðan hef ég ekki heyrt meir. Ég veit ekki hvaða fleiri gagnasöfn eru komin á opin gögn en einhver örfá. Kannski þekki ég það ekki, kannski það þar, en ég hef ekki heyrt það. En ég held að við séum á sömu línur hér, ég meina það þarf að vinna þetta, hins vegar erum við ekki komin með þetta í neitt form. Þannig að ég held að við ættum bara að setja það á dagskrá og ég mun þá ýta á eftir því allavega inn í umhverfis- og skipulagsráði. Áslaug María Friðriksdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi, óska eftir að gera stutta athugasemd. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, takk fyrir þetta. Jú, ég held að við séum öll sammála því að sem sagt, við þurfum að búa okkur eins vel og við getum undir tækni framtíðar og við hefum verið að verja í þetta núna bara svona það sem kallað snjallborgarverkefnið eitt og sér 50 milljónum á ári, en það auðvitað miklu víðtækara en bara það sem þar ræðir og við erum auðvitað að smám saman að þróa okkur í átt að miklu meiri sjálfvirkni í stjórnsýslunni, rafrænni stjórnsýslu og svo framvegis og þetta hangir allt saman. Þannig að það má segja umferðarstýringin, hún er einn þáttur af mjög mörgum í þessari snjallborgarvæðingu og þar leysir tæknin hluta vandans, auðvitað með aðstoð manns hugarins, en síðan það bara svona okkar ákveðin svona samfélagsaðlögun sem þarf líka að eiga sér stað og hún ekki síður mikilvæg. Það hefur Sigurður Björn Blöndal lokið við að gera stutta athugasemd og Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, einnig óska eftir að gera stutta athugasemd. Forseti borgarfulltrúi, já, algjörlega. Ég bara tek undir það sem að borgarfulltrúin segir og minni á það að það þarf líka að huga þessu vegna öryggis, vegna umferðaröryggis og það nú bara einfaldlega þannig að í Reykjavík eru hættulegustu göturnar. Það eru hættulegustu gatnamótin og þau hafa lítið verið þróuð og undanfarið, þannig að það ennþá meiri ástæða til þess að einhvern veginn að létta af álagi og koma upplýsingum til fólks alls konar vanda sem þau gætu átt við eiga á leiðinni. Og annars þakka ég kærlega fyrir umræðina. Það hefur Áslaug María Friðriksdóttir lokið við að gera stutta athugasemd, andsvörum og stuttum athugasemdum lokið og einnig þessum lið. Við göngum til fjórða liðar og útsettri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lengri opnunartíma sundlauga í öllum hverfum og frummælandi þar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar,
mér fannst það sérstaklega ánægjulegt að ítreka ábendingar og tillögur okkar sjálfstæðismanna og reyndar þrýstingu sundlaugagesta lengri opnunartíma í sundlaugum helgar í vetur var samþykktur í íþrótta- og tómstundaráði í síðustu viku. En sá galli var á gjöf Njarðar að lenging opnunartímans á þó ekki við allar sundlaugarnar í borginni, heldur einungis Vesturbæjarlaug og Breiðholtslaug. Sundlaugar gegna mikilvægu hlutverki til eflingar lýðheilsu og hafa jafnframt félagslegt gildi fyrir borgarbúa, auk þess sem sundið svo almenningsíþrótt sem að flestir stunda og því mikilvægt að hafa opið lengur í öllum sundlaugum borgarinnar en ekki bara sumum. Það er leitt til þess að vita að það gætir ekki jafnræðis í þjónustu milli hverfa því að ekki stendur til að lengja afgreiðslutímann í sundlaugunum í Árbænum og í Grafarvogi, sem eru þó stór og fjölmenn barnahverfi. Þessi mismunun milli hverfa er enn furðulegri í ljósi þess að í íþróttastefnu Reykjavíkurborgar er kveðið á að auka aðgengi almennings að íþróttamannvirkjum og í nýjum drögum að frístundastefnu er talað að tekið verði tillit til síbreytilegra þarfa borgarbúa lengri opnunartíma. Það er til lítils að samþykkja svona stefnur ef svo er ekkert farið eftir þeim. Auðvitað á að gæta jafnræðis í þjónustu við borgarbúa, sama í hvaða hverfi þeir búa. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítrekum að jafnræðis sé gætt í þjónustu milli hverfa borgarinnar og leggjum því til að borgarstjórn samþykki að fela ITR að gera tillögu að fjárhagsáætlun fyrir árið 2018 lengri og samræmdari opnunartíma allra sundlauga í Reykjavík. Ég vona að þessi tillaga mín fái góða umræðu hérna og að hún verði samþykkt. Og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi loki máli sínu og næstu tekur til máls Börkur Gunnarsson borgarfulltrúi. Hann svaraði. Ja, Selveri, Ég er forseti. Forseti borgarstjórnar og borgarstjóri Eva María. Mér finnst þetta eitthvað skrítið. Þetta pirrar mig svona þessi breytilegi, þessi mismunun á þess að þetta sé eitthvað alvarlegt og ég sjálf sér vel valið að leyfa ekki Grafarvogi á þeim. Það er yfirleitt þrifalegra fólk og svona baða sig meira og við svona í Vesturbænum, svona skáldin þar, eigum það til að gleyma þessu og það er gott fyrir okkur að þegar við verum að yrkja stórkostlega ljóð og gleymum að fara í sturtu að vita á sundlaugunum opnum. En mér finnst þetta svona svolítið hættulegt að þeirra svona þrýstihópar sem eru með bara góða meiningar og bara koma góðum málum í gegn, að þeir fái einhvern veginn fyrir sitt hverfi eitthvað í gegn, en önnur hverfi ekki. Og mér finnst þetta ekki svona góð stjórnsýsla, annað hvort ég að segja nei við alla eða já við alla. Þá er Börkur Gunnarsson borgarfulltrúi loki máli sínu og næst tekur til máls Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Ítla sem eitt. Þannig er þetta sem ég ekki byrjað að Tíminn líður. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum hér tillögu Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúa þeirra, varðandi lengdan opnunartíma í sundlaugum, öðrum en þeim og ég held reyndar að þetta sé samhljóða tillögu sem að hefur verið flutt af ráðsmanni Framsóknarflokks og flugvallavinna í ITR, ef að mig misminnir ekki þeim meira, Trausta Harðarsyni, sem hefur flutt tillögu þessa efnis í ráðinu, fagráðinu, íþrótta- og tónlistarráði. Held ég, þið leiðréttið mig ef það er rangt. Þetta er í sjálfu sér bara góð og gild hugsun og að gera velta þessu fyrir sér. Börkur Gunnarsson, borgarfulltrúi, segir annarkvort segjum við já við alla eða nei við alla. Það gengur ekki alveg í okkar bransa
og nú bara þannig að við erum einmitt í þeim bransa að forgangsraða og reyna að finna lausn sem að er svona sangjörn. Dreifingin á þessu, það er að segja það eru 3 laugar sem að hafa núna lengri opnunartíma helgar en aðrar og kvöldin. Það er að segja ein í vesturhluta borgarinnar, ein í miðhluta borgarinnar og ein í austurhluta borgarinnar. Það er nú hugsunin. Þannig að þú hafir allavega, þú styttir þar vegalengdir sem að íbúar hvers borgarhluta þurfa að ferðast til að komast í sundlaugar á eins lengi og mögulegt er. Og þannig erum við í raun og veru með okkar hætti að segja já við alla og nei við engan. En það er auðvitað þannig að opnatíminn í okkar sundlaugum er alltaf umræðuefni og eðlilega, þetta eru okkar félagsmiðstöðvar og þetta eru þeir staðir sem að við sækjum mest svona okkur til heilsubótar. Það er vissulega þannig að það eru svona, það fylgir auðvitað kostnað fyrst og fremst aukinn af lengdum opnunartíma og hann er kannski frekar, getum við sagt, hann er frekar til þess fallin lengdur opnunartími að hann fjölgar ekki endilega sundlaugargestum mjög mikið. Hann dreifir nýtingunni meira. Þannig að út frá svona lýðheilsusjónarmiðinu þá er þetta kannski ekki aðalatriði, en þetta er vissulega svona sem að sletti, þetta er svona, já þarf ekki að sletta, þetta er svona notalegt að hafa. Ég held að það sé ágætis byrjun að miða við að í borgarhlutunum sé þetta með þessum hætti. Laugardalslaugin nýtur ákveðna sérstöðu. Hún er auðvitað stærsta laugin og hún er auk þess langfjölsóttasta laugin og það hefur verið þannig að opnunartíminn þar hefur verið lengri undanfarið. Eftir breytinguna í Vesturbænum og Breiðholtinu þá er opið 6:30 til 22 á virkum dögum og 9 á morgnana til 22 helgar og þetta eru þá 103,5 klukktími sem að er opið þar á viku og á hinum stöðunum er þetta 93,5 klukktími. Þannig að opnunartíminn er nú töluverður enga síður. Nei, það reyndar ekki alveg svo, 93 allavega var það fyrir breytingu á þessum 2 stöðum. Það sýnir sig að aukning í Breiðholtinu og Vesturbæjarlauginni í sund á milli 18 og 22 á föstudögum til sunnudags, hún er svona á bilinu 150 til 500 í allt þessa 3 daga og í Vesturbæjarlauginni frá 500 og alveg upp í ríflega 1000. Þetta er ekki, í heildarsamhenginu er þetta ekki rosalega háar tölur en vissulega afskaplega þægilegt fyrir þá sem að nýta sér það. Nú það má segja þetta, ég meina það er svo sem eðlilegt að við berum okkur aðeins saman við nágranna okkar hér. Kópavogi, Seltjarnarnesi, Mosfellsbæ, Hafnarfirði og þar held ég nú reyndar að bæði kollegar mínir í Bjartri framtíð en ekki síður fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sé nú á einhverjum stöðum þar við stjórnvölin. Já, öllum held ég, reyndar öllum líklega Sjálfstæðisflokkurinn. Já,
Sjálfstæðisflokkurinn er þarna með bæjarstjóra held ég í öllum sveitarfélögunum í kringum okkur og þar er þetta svona með ýmsum hætti. Þó er það þannig að yfir vetratíman að þá er opnunartíminn allstaðar nokkru styttri en hjá okkur í Reykjavík og þó að ég sé ekki sérstaklega að mæla því bót að þá er það nú svo en ég held að það er náttúrulega búið að skoða þetta mál nokkuð vel og það sýnir sig að það er svona ákveðin flækjustig í því að hafa opið allstað. Það þarf að stokka upp í vaktakerfinu í sundlaugunum, ráða fólk inn á nýjar vaktir, segja vel einhverjum upp og ráða og inn aftur. Það er ekki alveg ljóst hvernig myndi ganga að manna þessar stöður. Það hefur verið svona aðeins misjandi eftir hverjum hvernig það hefur gengið. En það má nú sést að ráða úr því og svo þarf auðvitað að þjálfa starfsmenn upp. Þetta er eins og ég segi bara forgangsröðun. Ég meina viljum við hugsa þetta á svona borgarhluta nótum eða viljum við bara að það sé undantekningarlaust það sama sem gangi yfir alla. Ég held að þetta sé það sem þessi tillaga ennú borin upp af öðrum í ITR og er það til umfjöllunar og þá held ég sé langa eðlilegast að við vísum tillögunni bara til gerða fjárhagsáætlunar og það verður tekið bara á því í forgangsröðun ráðsins hvort að þetta sé það sem talið er mikilvægast og legg hér með til þá málsmeðferð. Sigurður Björn Blöndal Nei, þetta er Þórhildur. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvöraði borgarfulltrúi hans og þegar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, ég ætla að byrja bara að svara spurningu borgarfulltrúans Björns Blöndal varðandi hvort að það liggi fyrir samskonar tillaga í íþrótta- og tómstundaráði. Jú, það er rétt, en hún er ekki alveg samhljóða vegna þess að þar er kveðið á opnun strax. Við erum að tala eins og þú nefndir í lok þess máls, að vísa þessu til úrvinnslu og útfærslu við gerð fjárhagsáætlunar inn í TR. Þannig að hún fá þá frekari vinnu og skoðun þessi tillaga hvort og þá hvernig væri hægt að útfæra þessa hluti. En aukningin í Breiðholtslaug og í Vesturbæjarlaug í sumar hefur sýnt okkur að það er vilji til þess að hafa þessar sundlaugar opnar á kvöldin. Og ég ætla bara að ítreka það að við erum með þessu stóru barnahverfi, Grafarvog og Árbæinn, þar sem að gera má ráð fyrir því að nýtingin yrði töluverð á þessum tíma. Við erum líka að tala það að hér er mikil aukning á ferðamönnum, við höfum verið að tala að dreifa ferðamönnum og þetta getur verið ágætisleið til þess að benda á að hér eru fleiri sundlaugar heldur en Vesturbæjarsundlaug og Laugardalssundlaugin og svo sundlaugin þegar hún verður tekin í gagnið. Þannig að við höfum upp á fleiri valkosti að bjóða í þeim efnum. En ég bara fagna því að ég get ekki annað heyrt en að máli borgarfulltrúans Björns Blöndal að það sé vilji til þess að skoða þetta og ég var afskaplega ánægð þegar að fulltrúi Framsóknar og flugvallarvina bar upp samskonar tillögu í ráðinu á síðasta fundi ráðsins. Einfaldlega vegna þess að við sjálfstæðismenn við höfum ekki barist fyrir því allt þetta kjörtímabil að rýmka opnunartímann heldur á síðasta kjörtímabili líka og að við finnum fyrir meiri vilja hjá meiri hlutanum, það er gleðiefni. Þá er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvari svarar Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Eins og kom fram, það kom reyndar ekki nógu skýrt fram í máli borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttur og það eru 3 laugar opnar núna, lengur og það er verða síðan 4. Það er ekki eins og hinna laugarnar séu ekki aðgengilegar sko.
eru bara opnar aðeins styttra og það er ekki þannig að við getum ekki bent ferðamönnum á að fara í þær laugar líka því að þeir fara ekkert allir í sund á milli 6 og 10 helgar. Opnunartíminn er mjög mikill og þjónustan er mjög góð og hún er ódýr. Þannig að þetta er svona, hvað ég var að segja, vitamunurinn ekki fjár, það er ekki, ég held að sé öllum ljóst að það er bara svona spurning hversu notalegt við teljum að það sé sami opnunartími í öllum laugum eða hvort að við viljum hafa það þannig að það séu ákveðna laugar í hverjum borgarhluta sem fólk getur farið í þeir sem vilja fara svona seint. Og ég er ekkert viss það að það myndi aukast mjög mikið nýting barnafólks til dæmis á opnunartímanum fram á kvöld. En það er ekki þannig að fólk komist ekki í sundi eða vill það ekki, en það er auðvitað aðeins umhentara með þessu fyrirkomulagi. En skoðum þetta, við gerum fjárhagsáætlunarinnar og ráðum metur þar hvort að þetta sé efst á forgangslistanum. Þá hefur Sigurður Björn Blöndal lokið við að svara andsvari og andsvarum telst lokið. Það var ekki fleiri hvatt sér hljóðsundi þessum lið. Forseta láðist, og nú skuli allir taka eftir, allir borgarfulltrúar, forseta láðist að bera upp lið 3 sem er tillaga borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lifandi umferðar upplýsingar. Við þurfum í rauninni að greiða atkvæði það að vísa tillögunni inn til meðferðar á umhverfis- og skipulagssviði eða til umhverfis- og skipulagsráðs þrátt fyrir að tillagan hafi verið lögð þar fram. Þannig að ég ætla áður en við göngum til atkvæði tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lengri opnunartíma sundlaug í öllum hverfum. Þá ætla ég að fara aftur í dagskrána og greiða atkvæði að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins lifandi umferðar upplýsingar inn til umhverfis- og skipulagsráðs. Og þið ykkar sem að samþykki það að gefi marki, það telst samþykkt samhliða. Þá ferum við í tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins lengri opnunartíma sundlaug í öllum hverfum sem liður 4. Hér hefur komið fram málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til fjárhagsáætlunargerðar inni á íþrótta- og tómstundasviði. Já. Gott, þá þurfum við ekki að rífast það. Þið sem að samþykja það gefur merki. Á vísunni? Já. Til fjárhagsáætlunargerðar inn á íþrótta- og tómstunda. Já. Nei, við erum að samþykja vísun inn til fjárhagsáætlunargerðar. Já, og það er það sem við erum að gera. Við erum að samþykkja vísunni. Við erum að samþykkja málsmeðferðina að vísa henni inn til fjárhagsáætlunargerðar inn á ITR. Hér hefur borgarfulltrúi óskað eftir því að taka til máls undir fundarsköpum og það er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, tillagan okkar kveður á það að henni verði vísað í fjárhagsáætlunargerð. Við vinnum fjárhagsáætlunargerðar fyrir árið 2018 til nánari útfærslu. Þannig að þetta er bara þá spurning að samþykkja tillögun eða ekki. Þannig að þetta er alveg sérkennilegt að fara að koma með meðferðar tillögu í framhaldi af því að vísa tillögunni til fjárhagsáætlunargerðar. Ég held að þetta sé bara skýrt og einfalt og ég held að við borgarfulltrúi Björn Blöndal höfum verið bara algjörlega sammála þetta atriði í mál okkar hérna áðan. Það er Marta Guðjónsdóttir, Loki Vekjara athugasemd fundarsköp forseta og Sigurður Björn Blöndal er næstur á mælendaskrá. Ræðir fundarsköp. Forseti ágætu borgarfulltrúar. Tillagan hljóðar svo, þannig ég lesi hann nú bara upp hérna. Borgarstjórn samþykkir að fela ITR að gera tillögu við gerð fjárhagsáætlunar lengri og samræmdari opnunartíma allra sundlauga með það markmiði að jafnræðis verði gætt í þjónustu við hverju borgarnum. Þannig er raun og veru ekki verið að beina því til ITR, íþrótta- og tómstundaráðs, að skoða þennan möguleika heldur að framkvæma það.
Þar af leiðandi legg ég til málsmeðferðartillöguna að þessi vísa til gerðar fjárhagsáætlunar. Þar með ekki búið að samþykkja að þetta verði sett efst í forgangsröðunina, eins og þessi tillaga að mínum skilningi felur í sig. Þannig að ég stend við það, ég legg hér fram þessa málsmeðferðartillögu áðan og ætlast til að hún sé tekin til afgreiðslu. Gott og vel, þá þetta mjög skýrt. Hér liggur fyrir málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu Sjálfstæðisflokksins inn til fjárhagsáætlunargerðar inn á ITR. Þau eitthvað sem að samþykki það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóða. Þá göngum við til, þá ætlar forseti að taka tillögu inn og biðja fundinn það að taka tillögu inn með afbrigðum. Og það tillaga forsætisnefndar fjölgun borgarfulltrúa. Sú tillaga hljóðar svo: Í 11. grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 sem tóku gildi 1. janúar 2012 kveðið á fjölda borgarfulltrúa í sveitarstjórn. Þar kemur fram að í sveitarfélögum þar sem íbúar eru 100.000 eða fleiri skal fjöldi fulltrúa vera 23 til 31. Samkvæmt gildandi samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar númer 715/2013 borgarstjórn Reykjavíkur skipuð 15 borgarfulltrúum sem eru undir lögbundnu lágmarki. Lagt til að borgarstjórn samþykki að fjöldi borgarfulltrúa verði á næsta kjörtímabili í lögbundnu lágmarki 23 borgarfulltrúar við sveitarstjórnarkosningar sem fara fram þann 25. maí 2018. Forsætisnefnd falið að vinna að nauðsynlegum breytingum og samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar, samþykktum kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg sem og öðrum samþykktum eftir því sem við á. Þið ykkar sem að samþykkja að taka þessa hér óska eftir að koma upp undir fundarsköpum og það Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Fundarstjóri, forseti góða borgarfulltrúar, ég verð að segja að ég svolítið undrandi á því að forseti leggi til að þessi tillaga skuli vera tekin inn með afbrigðum. Það ekki langt síðan meirihlutinn gagnrýndi það hvernig við í minnihlutanum leyfðum okkur að leggja fram tillögur fyrir borgarstjórn með afbrigðum og reyndi að bregða fæti fyrir þar slíkan tillöguflutning okkar með þeim rökum að það þyrfti eitthvað nýtt að hafa gerst í málinu til þess að þetta helst eitthvað nýtt að gerast í málinu til þess að tillögur verður lagðar fram með þessum hætti, þar að segja með afbrigðum og það er greinilega ekki tilviljun að þessi tillaga lögð fram núna, hún greinilega, það er verið með einhverjum brögðum að setja þessa tillögu á dagskrá á undan tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þessi mál. Ég held að í sjálfu sér þá geti alveg meirihlutanum þess að setja sína tillögu á dagskrá með afbrigðum þó að það þetta betur á því að hún hefur verið sett bara fram með lögformlegum hætti á föstudaginn kynnt á fundi forsætisnefndar en mér finnst það með lágmark eins og þetta að þessi farið eftir dagskráni og tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins tekin til umræða á undan og hún þá afgreidd með hvað hætti sem það verður áður en hinn tillagan sem þetta afbrigðatillagan lögð fram. Sjálfsagt að leggja hana það fram á eftir okkar tillögu eða bara eins og eðlilegt væri í lok fundar. Mér finnst algjörlega óviðunandi að meirihlutinn leyfi sér það að ætla með brögðum að setja tillögu á dagskrá sem greinilega ætlað að bregða fæti fyrir tillögu annarra flokka. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að gera athugasemd fundarskap forseta og borgarstjóri tekur einnig til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, það er rétt sem að borgarfulltrúin segir að þau sjónarmið hafa verið uppi hér í sölum borgarstjórnar eitthvað nýtt þurfa að hafa gerst og eitthvað meiri háttar jafnvel til þess að taka ný mál inn með afbrigðum. Ef að borgarfulltrúin minnst að dettur ekkert nýtt
í hug varðandi stöðu mála á Alþingi og það hvort það sé yfir höfuð ríkisstjórn í landinu, að þá verði ég að upplýsa það að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins, ráðuneyti Bjarna Benediktssonar, leystist upp á föstudaginn var. Alþingi hefur ekki einu sinni klárað fyrstu umræðu fjárlaga, hvað þá afgreitt önnur mál. Þannig að tillaga borgarfulltrúans það að skora á þetta sama Alþingi að fara nú í 3 umræðna umræðu fjölda borgarfulltrúa á næstu vikum verður að teljast sett fram annarkvort með einhvers konar kímni í huga eða hárbeitta krítík og gagnrýni á félaga sína hinum megin vonarstættisins. Tillagan sem hér lagt til að tekin sé inn með afbrigðum tekur mið af þessum veruleika sem því miður getum við kannski sammælst að segja blasir við í landsmálunum. Ég ætla eins að gera borgarfulltrúunum tilboð að við bara drögum tillögu meirihlutans með afbrigðum þá tilbaka og borgarfulltrúum gerir slíkt hið sama og við afgreiðum þetta bara í ró og næði hérna á næsta fundi borgarstjórnar. Borgarstjóri lokið við að gera athugasemd fundarsköp og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir því að koma upp öðru sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það athyglisvert að hér skuli vera blandað í umræðinu fundarsköp þar sem að gerast hérna hinum yfir götuna á Alþingi. En gott og vel, því þá ekki að segja þetta söguna. Það hefur margoft komið fram í fréttum að þó að ríkisstjórnin hafi sprungið, það hefur Alþingi ekki verið leyst upp og það heldur umboði sínu fram að kjördegi. Það hefur verið í fréttum undanfarna daga að þingmenn eru núna að reyna að koma sér saman mál sem á að flytja fyrir áður en Alþingi verður rofið og maður heyrir það á hinum og þessum þingmönnum eftir hvað flokkið koma að þeir hafa margir nokkuð háar hugmyndir það sem hægt verið að afgreiða þeim tíma. Sumir þingmenn og sumir flokkar vilja afgreiða stjórnarskrárbreytingar, aðrir vilja afgreiða breytingar á útlendingalögum og fyrir utan fjárlögin og svo framvegis og framvegis. Þannig að eins og sitt sýnist hverjum og það er ljóst að mál verði ekki tekin upp til samþykktar nema sennilega allir flokkar fallist á breytingarnar og þess vegna tel ég að það er tækifæri fyrir okkur til að sýna fram á ef það næst samstæðum sem tillögu hér í borgarstjórn þá væri þetta að vísa því til Alþingis og þá væru væntanlega samflokksmenn okkar á Alþingi hvar í flokki sem standa gætu þeir tekið þetta fyrir og mér er bara mjög mikilvægt að fá úr því skori hér hver afstaða borgarstjórnar til þessara mála vegna þess að við höfum reynt að fá það úr því skorið í mörg ár. Í mörg ár höfum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins flutt þessa tillögu aftur og aftur. Henni hefur aftur og aftur verið vísað til forsætisnefndar, alveg fyrst á síðasta kjörtímabili. Alltaf með þeim orðum að málið verði að skoðast áður að verið samþykkt eða kveðið upp úr með það. En það er bara verið að svæfa það, tel ég, ef það á enn einu sinni að vísa tillögu til forsætisnefndar, þar sem hún hefur verið í vinnslu í mörg ár, minnstu kosti 4 ár, þá tel ég einsýnt að það sé verið að svæfa málið. Og þessi tillaga þetta bara stendur og mér finnst alveg ótrúlegt að borgarstjóri skuli koma hérna með eitthvað svona slíkt tilboð. Ef að við drögum okkar tillögu tilbaka þá draga hann sína tillögu fram tilbaka. Þetta er auðvitað fáhært að menn skuli leyfa sér umgengni hér og fara með fundarsköpun eins og þeir virðast alltaf að gera. Það er Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og borgarstjóri tekur næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er rétt hjá borgarfulltrúunum að sumir hafa vísað til þess að það þurfi að vera sammæli allra flokka framgang mála til þess að ná fram á þinginu. Mér finnst það reyndar undarleg afstaða í ljósi stöðunar og því hvernig fráfarandi ríkisstjórn hrökklaðist frá, en gott og vel. Á miðvikudaginn í síðustu viku var í 10 fréttum fjallað samstöðuna á Alþingi þetta tiltekna mál sem að borgarfulltrúum vill fara að samþykkja áskoranir Þá kom fram að það var ekki einu sinni samstæðan það í fráfarandi ríkisstjórn að ljá máls á þessu. Vegna þess að formaður Viðreisnar sagði að þar væru í hópi þingmenn og kom engum óvart sem að fylgst með ekki framgangi málsins á þinginu síðastliðinn vetur sem að væru, svo vitna sé orðið mjög skeptískir á þetta frumvarp. Það var sem að engin þingmeirihluti fyrir því
Það hafði verið látið veðri vaka hér í þessum sal að það væri það. Þetta var greinilega bara allt saman einhvers konar leikrit. Og svo biðlund sem að við sýndum hér í sölum borgarstjórnar Alþingi til þess að skýr meirihluti þingsins vegna þess að þingið markar þennan ramma en ekki borgarstjórn. Það er þingið að svo biðlund hefur verið of mikil ef eitthvað er. Þannig að ef að borgarfulltrúum vill að við klárum þetta mál hér á fundinum, þá er engin bilbugur á meirihlutunum í því, en þá tökum við þetta báðar tillögurnar á dagskrá, sjálfsagt að ræða þar báðar í einu, en það er hins vegar alveg fáránlegt og í raun mjög óraunhæft, algjörlega óraunhæft, að halda það að þingflokksformenn og formenn flokkana sitji núna út á þingi og sé að velta fyrir sér þessu máli sem ekki einu sinni var hægt að ná saman á sæmilega normal þingi í fyrra vor. Stutt athugasemd, gott og vel. Kjartan Magnússon gerir stutt athugasemd. Forseti, góða borgarfulltrúar, það er mjög mikilvægt tel ég að fá fram skýra afstöðu borgarstjórnar í þessu máli. Í mörg ár hefur borgarstjórnarmeirihluti hér reynt að drepa málun og dreift og komið sér undan því með ómerkilegum hætti og undanbrögðum að taka afstöðu til þess. Það er ótrúlegt að borgarstjóri komi hingað upp og fara að nefna framvindu mál á Alþingi sem þá væntanlega enn eina afsökun fyrir því að borgarstjóri þurfi ekki að taka afstöðu til málsins. Auðvitað getur borgarstjóri tekið afstöðu til þessa máls algjörlega óháð því hvað gerist á Alþingi. Þá liggur afstaða borgarstjórnar var ljós fyrir. Oft hefur borgarstjórn samþykkt hinnar þessar ályktanir þó menn viti að Alþingi sé ekki að fara að bregðast við þeim bara nokkrum dögum síðar. Þá er til nokkurs talið unnið að sýna allan að vilja borgarstjórnar í málunum. En gott og vel, við tökum bara þessi mál fyrir og sváum það bara fram afstöðu til þeirra. Ég tel eðlilegt að tillaga Sjálfstæðisflokksins er tekin fyrir á undan og síðan getur þetta taka hérna fyrir á eftir. Og vonandi kemur meirihlutin fram úr fylgsum sínum og sýnir hugsun til tillögu okkar en reynir ekki enn einu sinni að vísa henni til nefndar þar sem er haldið í svæfingu árum saman. Það hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að gera stutt og athugasemd. Forseti áréttar að það er forseti sem getur gert tillögur að dagskrárbreytingum með því að biðja borgarstjórn leyfi. Hér eru 2 tillögur til umræðu, önnur gengur lengra þannig að það er æskilegt og eðlilegt samkvæmt fundasköpum að taka þá tillögu á undan hinni sem að gengur skemur. Og það er það sem forseti er að gera og það er ekkert athugavert við það. Þannig að ég ber upp þessa tillögu nú, hvort að borgarstjórn vilji taka hana inn með afbrigðum. Þeir sem að vilja það gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan sem ég er að taka inn með afbrigðum sem ég las upp hér fyrr. Já. Það er þá samþykkt að taka þá tillögu inn með afbrigðum. Hér hefur komið ósk, eins og forseti kann að skilja á borgarstjórn, að ræða þessar 2 tillögur saman. Samþykki borgarstjórn það? Gott og vel. Þá gerum við það. Þá tökum við inn tillögu úr forsætisnefnd með afbrigðum og þá ræðum við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins áskorun til Alþingis endurskoðun fylgda borgarfulltrúa og þá tillögu samhliða. Og fyrstu tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Eins og kom fram hér í umræðum áðan, þá er þetta ekki í fyrsta sinn sem þetta mál kemur fyrir borgarstjórn. En við höfum nokkuð sinnum rætt það og okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins okkur finnst að það hafi gengið illa að fá skýra afstöðu frá borgarfulltrúum til málsins. En upp á málsins er það að árið 2011 þá var svo lagabreyting, henni var komið í gegnum þingið að skylt yrði að fjölga borgarfulltrúum í Reykjavík við borgarstjórnarkosningar 2018 úr 15 á lágmarki í 23
að lágmarki semst úr 15 í að lágmarki 23 en að hámarki í 31 borgarfulltrúa. Nú borgarfulltrúar í Reykjavík eru nú 15 og hafa lengi verið það. Á kjörtímabilinu 1978 til 82 þá var ákveðið að fjölga borgarfulltrúum úr 15 í 21 en á næsta kjörtímabili eftir það þá ákvað borgarstjórn að fækka þeim aftur og síðan hefur ekki verið talin ástæða til að fjölga þeim á ný, ekki það til núna. Nú, aðeins sjálfsforræði sveitarfélaga. Það er engin ástæða að því ég til að löggjafinn þingi borgaryfirvöld til fjölgunar borgarfulltrúa með þessum hætti og að stækka þenni kerfið. Það er engin rök í mínum huga fyrir því. Nú erum 8.000 kjósendur að baki hverjum borgarfulltrúa og er það mjög svipað hlutfall og tíðkast í öðrum höfuðborgum Norðurlandana sem við berum okkur gjarnan saman við og eigum margvíslegt samstarf við og margir borgarfulltrúar þekkja stjórnkerfið þar svolítið. Nú, ég fekk fregnir af því á sínum tíma að borgarfulltrúar, þegar ég ræddi þessi mál við þingmenn vinstri flokkana á sínum tíma, þá sögðu þeir að það hefði verið þrýstingur úr borgarstjórn að fjölga frá borgarfulltrúum vinstri flokkunni borgarstjórn að fjölga borgarfulltrúum í Reykjavík og sem sagt framvinda málsins á sínum tíma helgaðist af því að borgarfulltrúum í Reykjavík, það var heimildarákvæði í lögum til þess að fjölga borgarfulltrúum í Reykjavík sem borgarstjórn hafði ekki séð ástæðu til þess að nýta. En þar fregnir sem ég fékk frá þingmennu var sem sagt svo að borgarfulltrúar vinstri flokkunni í Reykjavík, þeir treystu sér ekki til þess að eiga frumkvæði því að fjölga hér í borgarstjórninni og töldu betra að það væri skylduákvæði samþykkt með lögunum með þessum hætti. Þannig að borgarstjórnin er skylduð til þess. Og sé þetta rétt, þá þetta náttúrulega verður að segja að það væri með alveg ólíkindum að mál væri þannig að vinstri flokkarnir teldu það rétt að þvinga í gegn fjölgun borgarfulltrúa með þessa hætti að vilja ekki taka ábyrgðina af því sjálfir, heldur setja þingmennina á oddinn í þessu máli og einhvern veginn beygja sig undir það að okkur væri skylt að fjölga borgarfulltrúum. Nú, þess vegna hefur mér fundist rétt að valdið í þessu máli yrði fært frá Alþingi og til okkar aftur. Þannig að það verður við sem erum kosin beinni kosningu af fólkinu í Reykjavík, við sem tækjum ákvörðun það hvort það ætti að fjölga okkur ekki. Ég viðurkenni það alveg að það er alveg rök fyrir því að það sé rétt, það eru til rök að það sé rétt að fjölga borgarfulltrúum, þau rök eru til og þau höfum við margoft vegið og metið hér í þessum sal. En mér finnst bara rökin fyrir því að sé ekki þörfa á fjölga okkur, mér finnst þau bara vera þungvægari. Það eru rök fyrir hvoru tveggju og mér finnst rökin fyrir því að 15 borgarfulltrúar geti sinnt hlutverki sínu að þau séu þungvægari heldur en þau rökum að það verði að fjölga okkur. Nú, þannig að það hefur verið afstaða okkar sjálfstæðismanna í nokkur ár að það sé eðlilegra að þetta vald, ákvörðunarvaldi sé hjá okkur borgarfulltrúum heldur en að það sé á Alþingi. Við einfaldlega okkur verið treystandi til þess að vega og meta okkar störf sjálf, hvort að við ráðum við að fara með þetta hlutverk 15 eða hvort það sé nauðsynlegt að fjölga okkur upp í 23 eða jafnvel 31. Og auðvitað verður það þannig að með því að fjölga okkur 53% eins og er lagt til, þá mun kerfið stækka og kostnaðurinn mun aukast. Hvaða skilaboð eru það til starfsfólksins okkar í framlínu þjónustunni sem kvartar yfir því á hverjum einasta fundi sem við eigum með því að það sé stöðugt verið að bæta við það verkefnum, stöðugt verið að auka álag á það í starfi á þess að fjölga starfsmönnum samsvarandi þegar við fjölgum okkur síðan sjálf með þessum hætti. Mér finnst það ekki vera góð skilaboð og það er alveg sama þó að menn komi hérna með einhverja dullarfulla svona einhverja humbúk útreikninga á því að fjölgun borgarfulltrúa leið ekki til kostnaðar. Ég verð að segja að ég læt mér þá útreikningi léttu rúmi liggja og ég held að það viti allir borgarfulltrúar að auðvitað mun kostnaður aukast við okkur mun fjölga. Það verður ekki hægt að kalla inn varaborgarfulltrúa. Ef eitthvað þá munum við ofta þurfa að leita til þeirra eftir því sem borgarstjórnin stækkar
og ég vísa líka til þess að það hafa ýmsar stjórnsýslubreytingar verið gerðar hér á undanförnum árum. Það hefur rauninni verið stöðugt hringl í stjórnkerfinu okkar. Mjög oft hefur verið mælt fyrir þeim stjórnsýslubreytingum með þeim hætti að það eigi ekki að auka kostnað. Ég held að hér hafi aldrei verið samþykkt stjórnsýslubreyting með þeim orðum að hún muni auka kostnað verulega í borgarkerfinu. Ég held að það hafi alltaf verið lagt upp með þessar stjórnsýslubreytingar og þær hafa verið margar með það að þær eiga að vera jafn dýrar, kostnað við stjórnkerfi ekki eftir að aukast, jafnvel það að kostnað við stjórnkerfi eftir að minnka. Hver hefur raunin orðið? Það verið fróðlegt að fá bara reikningsklukkan vann til að taka þetta saman. Niðurstaðan hefur alltaf verið sú, þegar við höfum bara skoðað þessi kostnað við stjórnkerfi frá ári til árs, niðurstaðan hefur alltaf verið sú að þessar breytingar á stjórnkerfinu, jafnvel þó hafi verið lagt upp með þar með því hugafæri að þær ættu ekki að auka kostnað. Kostnaðurinn hefur alltaf aukist og stundum við þessar breytingar fyrir stór aukist. Þannig ég hef enga trú á því núna að nú allt í einu þó að reikningsmenn meirihlutans hafi fundið það út að ég hef enga trú á því að kostnaður minnki eða standi í stað við það að borgarfulltrúum fjölgi um 53%. En þar sem erum að ræða útþenslukerfisins þá þarf það kannski ekki að koma óvart að vinstri flokkarnir lítið til fjölgunar borgarfulltrúum í sérstakri velþóknun og það var ýmis en við sjálfstæðismenn höfum talið nauðsynlegt að fá úr þessu skori, fá fram vilja borgarstjórnar í þessu máli ef að, eins og ég segi, ég ætla ekki að gera lítið úr þeim rökum að það megi fjölga borgarfulltrúum. Ég skil alveg eitt af því sem við náttúrulega tölum á fundurum okkar þegar við erum að móta stefnu fyrir borgina hvað við að hafa marga starfsmenn. Við ræðum oft að það væri þægilega að hafa fleiri starfsmenn á þessu sviði að hinu sviðunum. Auðvitað höfum við líka farið út í umræðum það að það mætti alveg vera fleiri borgarfulltrúar. Ég efast ekki það að það alveg hægt að finna verkefni fyrir 23 borgarfulltrúa, líka 30 borgarfulltrúa. Ég held að væri sjálfur sér, ég held að við getum alveg, ef hér eru 30 borgarfulltrúar eða 40, ekkur sagði nú að í umræðinum að hann vildi hafa jafnmarga borgarfulltrúa eins og væri við erlendis að vera svona 70-80. Ég held alveg að við getum haft 70-80 borgarfulltrúa og þeir getur alveg haft alveg nóg að gera, en það er spurning hvort það sé skynsamlegt. Ég tel það ekki skynsamlegt. En þess vegna hef ég talið, en ég tel mjög nauðsynlegt að við fáum upp á borðið afstöðu borgarfulltrúa, allra borgarstjórnar til þessara mála. Og stundum það þannig þegar við komum með mál inn í sali borgarstjórnar að maður finnur það að málin ekki kannski nógu mikið rætt og menn ekki tilbúnir, jafnvel þó að þessir fundir séu alltaf boðaðir með nokkurra daga fyrirvara, þá eru menn kannski ekki tilbúnir til að taka einara afstöðu í málinu. Þá málum gjarnan vísað annað, þeim vísað til nefndar, þeim vísað til borgarráðs, mjög vinsælt hjá meirihlutanum að vísa málum til borgarráðs. Ég held að engin annar meirihluti fyrir að þessu kjörtímabili hafi vísað jafnmörgum málum til borgarráðs, sem eins leiðilegt. Mér finnst að borgarstjórn æðsta valdið í málefnum borgarinnar og ég held að við höfum ekki að koma okkur undan því hér í þessum sal að ræða málin og taka afstöðu til þeirra. En ég viðurkenni alveg, stundum stór mál að ræða, stundum mál að ræða þannig að mönnum finnst óþægilegt að taka afstöðu til þeirra á sama fundi. Stundum hafa menn rætt að taka mál út og fresta því með fund. Stundum vísaði til borgarráðs það að það þurfa að skoða máli betur svo framvegis. Þetta mál eitt af þeim? Ég held ekki, vegna þess að þetta mál hefur verið til umræðu árum saman. Þetta var samþykkt 2011 af Alþingi, aðalega með atkvæðum vinstri flokkana. Þetta þingmenn Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn þessu ákvæði eins og hér hefur rifjað upp. Þetta mál kom hér oft til umræðu á síðasta kjörtímabili og þar sem við Sjálfstæðismenn gagnrýndum það og töldum ekki rétt bentum á það hvað okkur finnst slæmt að þarna veri Alþingi hafa vit fyrir okkur. Borgarstjórn hafði heimild til að fjölga borgarfulltrúum upp í 20 eitthvað, en hafði bara ekki sjálfstætt til að koma því fram. Okkur var slæmt að Alþingi væri með þessum hætti að taka ákvörðun fyrir okkur og sérstaklega þetta voru þingmenn vinstri flokkana, Samfylkingar og Vinstri grænna sem það gerðu. Þannig að við lögðum til á síðasta kjörtímabili, lögðum fram svona tillögu
það var held ég vorið 2014, það að við tækjum bara afstöðu til þess að skora Alþingi afnema þetta ákvæði. En þá treystu borgarfulltrúar meirihlutans, Samfylkingarinnar og Bjartar framtíðar eða Besta flokksins, hvað sem að kalla þá, þeir treystu sér ekki til þess að taka afstöðu til málsins og sögðu að þetta væri stórt mál, það þetta ræði þetta betur og það væri best að vísa þessu til afgreiðslu nýrrar borgarstjórnar. Það væri best að ný borgarstjórn sem yrði kosin þarna í maí 2014 tæki afstöðu til málsins. Gott og vel, þetta var gert, þessu að vísa þetta til forsætisnefndar þá, það merkilegu nefndar. Og þarna var sérst látið verið í vaka, það væri bara ekki hægt að samþykkja rétt fyrir kosningar af því umboð þeirrar borgarstjórnar var renn út og ný borgarstjórn að taka málinu. Síðan ný borgarstjórn kosin og við sjálfstæðismenn myndum að sjálfsögðu á málið. En hvað hefur gerst? Það hefur bara ekkert gerst. Við sjálfstæðismenn, við höfum margoft tekið málið hér upp í borgarstjórn, endurflutt sömu eða svipaða tillögu að minnsta kosti og óska eftir því að við tökum afstöðu til þessa máls. En við mjög litlar undirtektir meirihlutans. Meirihlutinn, hann hefur hvað eftir annað vísað þessu máli til forsætisnefndar þar sem sjálfstæðisflokk eða fulltrúa minnihlutans eiga engan fulltrúa, þeir eiga þar áheyrnar fulltrúa. En meirihlutinn hefur tögl og haldir í forsætisnefndinni og kannski svo nefnd sem meirihlutanum þykir þægilegast að vísa málum til eða á að svæfa þetta. Og hvers konar nefnd þetta? Það fer ekki mikið fyrir hápólitískum umræðum í þessari forsætisnefnd. Að öðrum þræði þetta vinnunefnd sem undirbýr borgarstjórnarfundi og skipuleggja starf borgarfulltrúa. En samt myndi maður telja það að þegar málum er vísað til forsætisnefndar, svona pólitísku máli, þá ætti hún að skoða það og taka afstöðu til þess. Og mér ámar reyndar í það að þegar frumvarp var lagt fram á Alþingi af þingmönnum Sjálfstæðisflokksins um að afnema þessa skyldu, þá hafi forsætisnefnd skilað umsögnum frumvarpið sem var neikvætt. Það má auðvitað lesa út úr því ákveðins þá vilja til þess að borgarfulltrúum verði fjölgað. En ég hef ekki orðið var við það að forsætisnefnd hafi fjallað um það sem hún átti að gera, fjallað um þessi tekið afstöðu til tillagna okkar sjálfstæðismanna sem tekið afstöðu til þessar tillögu sem meirihlutinn hefur hvað eftir annað komið sér undan. Og þessi tillaga hljóðar svo með leyfi forseta. Í 5. tölulið 11. greinar sveitarstjórnarlaga kveðið á að fjöldi aðalmanna í sveitarstjórn skuli vera 23 til 31 sveitarfélagi með fleiri en 100.000 íbúa. Umrætt ákvæði sem taka á gildi við næstu borgarstjórnarkosningar leggur þar skyldur á herðar Reykjavíkurborgar að fjölga kjörnum borgarfulltrúum með 53 til 107%. Borgarstjórn Reykjavíkur skorar á Alþingi að endurskoða umrætta lagaákvæði í því skyni að borgarstjórn hafi sjálfdæmi hvort borgarfulltrúum verið fjölgað eða ekki. Þannig hljómar tillagan og maður myndi telja að það var ekki mjög erfitt að taka afstöðu til hennar. Því að það ég held að það sé nú að verða 4 ár sem þessi tillaga hefur legið fyrir forsætisnefnd. Hvers konar vinnubrögð eru það hjá forsætisnefnd og hjá þeim sem þar stjórn og sitt í nefndinni að fá slíka tillögu og láta hana reka á reiðanum á niðurstöðu í 4 ár. Það fyrir nú að styttast í kosningar, borgarfulltrúar góðir. Og fyrir 3,5 ári þá var tillögunni frestað og ekki tekin afstöðu til hennar á grundvelli þess að vera svo stutt í kosninga og málið það verið rétt að ný borgarstjórn taka afstöðu til málsins. Borgarfulltrúar góðir, það fyrir að styttast í að forsætisnefnd geti endurnýtt þessa afsökun fyrir að taka ekki á málinu, fyrir að svæfa málið áfram. Bara eftir nokkra mánuði, kannski eftir áramót, þá getur forsætisnefnd bara sem sagt það er svo stutt í kosninga okkar umboður að renna út, hún getur endurnýtt þessa afsökun. Ég er sennilega að gefa meirihlutanum hugmynd hér, en þetta er auðvitað algjörlega með ólíkindum og sýnir að þessi vinnubrögð eru náttúrulega bara borgarstjórn vansamdar. Og svo sjáum við þennan skrípaleik í dag, við höfum að sjálfsögðu fullt frelsi borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til þess að setja hér á dagskrá tillögur sem hafa verið svæfðar. Við sjáum það að meirihlutinn, hvað eftir annað tekur tillögur frá okkur í minnihlutanum og svæfir þær með ýmsum brögðum. Að sjálfsögðu er borgarstjórn með eðlilegu vettvangur til þess að minna á það þegar að menn beita slíkum belli brögðum að svæfa slíkar tillögur. Þá setjum að tillögurnar á dagskrá, fær umræður og við fengum núna, vissulega fengum við umræður þessi vinnubrögð
og sem sagt borgarstjórinn bregst við og borgarfulltrúar meirihlutans bregst við og það er greinilegt að þeim þetta mjög ómögulegt í skapi að við skulum minna á það að þessi tillaga hafi verið legið hér óbætt hjá garðið að bara nánast svæði í 3,5 ár og svörin eru ekki til að hrópa húrra fyrir. Þeir hafa notað ýmsar afsakanir. Fyrst notuðu þeirra afsökun að umboð borgarstjórnar var renna út, þess vegna er það vísað til nýrrar borgarstjórnar. Nú er nýjasta afsökunin sú að það sé óvissa í þinginu og þá er það sérst nýjasta afsökun fyrir því að það með ekki afgreiða tillöguna. En borgarfulltrúar góðir að sjálfsögðu getum við, æðsta valdi í málefnum borgarinnar, rætt þessa tillögu og samþykkt hana. Auðvitað getum við sýnt vilja okkar í málinu, sama hvað er að gerast á Alþingi. En náttúrulega þessi tillaga hefur legið hér óhreyfð í næstu 4 ár og stærstan hluta þess tímabils þá hafa þingstörf auðvitað bara verið í nokkuð föstum skorðum. En hverju reyndust góðið þá? Sem sagt, af hverju var á þeim tíma ekki hægt að afgreiða tillögunni hér? Þá voru bara notaðar aðrar afsakanir. Þetta er borgarfulltrúar góðir, þetta er óviðunandi vinnubrögð og borgarstjórn bara reka af sér sliðruorðið og taka afstöðu til þessarar tillögu. Mér sýnist að minnst kosti helstu forsvarsmenn sem meirihlutans þeir séu hrifnir af því að fjölga borgarfulltrúum. Af hverju segja það bara ekki hreint út? Af hverju segja ekki bara hreint út að þeir telji bara rétt að fjölga borgarfulltrúum og fella það bara okkar tillögu, þá er komið niðurstaða í máli. Það eru þetta bara algjörlega óviðunandi vinnubrögð að fá ekki niðurstaða í þetta mál, svæfa tillöguna með nýjum afsökunum til þess að hún verði ekki afgreidd. Við ræddum þetta síðast 20. júní, þá var henni vísað til forsætisnefndar. Forsætisnefnd hefur hist síðan, ég veit það alveg, en máli bara ekki verið tekið fyrir þar. Hvers vegna ekki, minnstu kosti engin niðurstaða, hvers vegna ekki, það eru 3 mánuðir síðan. Tíminn til þess að afgreiða svona tillögu núna er alveg eins góður eins og hver annar. Og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn. Þetta var áhugaverð ræða og borgarfulltrúinn hefur oft á tíðum viljað tala um þetta mál. Mér svona líka að segja hann elski að tala um þetta mál. Eins og það kemur fyrir og það er örugglega rétt muna hjá honum að hann er búinn að leggja fram tillögur um þetta mál árum saman. Það er eins og svo áhugavert að fá einhvern veginn innsýn í sjálfsmyndina við sjálfstæðismenn, eins og borgarfulltrúinn tekur allt til orða. Við sjálfstæðismenn erum sem sagt hópurinn sem er ekki að þenja út, er ekki að fjölga, er ekki að bæta neinu við og það er ekkert sem að stangast á við þetta nema staðreyndirnar. Það er rétt hjá borgarfulltrúunum að lögin sem við erum að ræða hérna eiga sér sögu frá því fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar, síðustu sveitarstjórnarkosningar. Og þá var hér meirihluti Bestaflokksins og Samfylkingarinnar sem ákvað að nýta sér heimild til þess að fresta gildistökunni. En hverjir voru þar sem að fjölguðu í sveitarstjórninni á sér? Nú það voru við sjálfstæðismenn í Garðabæ. Við sjálfstæðismenn í Garðabæ vorum sem að fjölga bæjarfulltrúum þar á grundvelli þessara laga og nýttu sér ekki einu sinni skýra heimild til þess að fresta því. Og hvað var verið að gera á landsmálasviðinu svipað leyti? Jú, þar hafði nefnilega ráðherrum verið fækkað. Það hafði verið sameinað í eitt velferðarráðuneyti og eitt atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og voru það við sjálfstæðismenn sem höfðu gert það? Nei, það voru bara aldeilis allt aðrir en við sjálfstæðismenn sem gerðu það. En hvað gerðum við sjálfstæðismenn þegar við sjálfstæðismenn tóku við stjórnartaumunum í ríkisstjórn? Við sjálfstæðismenn settum 2 ráðherra í velferðarráðuneytið og 2 ráðherra í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og svo 2 ráðherra í innanríkisráðuneytið sem var splittað upp. Þannig að búið að fjölga úr 3 í 6 í þessum 3 ráðuneytum. Velferðarráðuneytinu sem var 1
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu sem var eitt og innanríkisráðuneytinu sem var eitt. Þetta bara eins og í gömlu prinsasögunum þar sem var verið að berjast við dreka og 3 hausar fóru af og skömmu síðar sprutt upp 6. Þegar við sjálfstæðismenn hægraðum í bákninu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei fækkað ráðuneytum sem ég muni. Bara aldrei. Þeir höfum bara alltaf verið að fjölga í 100 ár frá því Hannes Hafstein var einn. Sjálfstæðisflokkurinn hefur komið að fjölgun ráðherra í hvert einasta skipti nema þegar umhverfisráðuneytið var búið til. Þá voru sjálfstæðismenn alveg rosalega reiðir því að við sjálfstæðismenn erum alltaf svo mikið á móti því að fjölga og þenja. Nema í Garðabæ, þar sem við sjálfstæðismenn ráðum reyndar einir og í þeim ríkisstjórnum sem við sjálfstæðismenn stöndum að. Vegna þess að við sjálfstæðismenn, við höfum svo miklar og brýnar þarfir og erum með svo breiðan og góðan hóp út allt land sem vantar ráðuneyti og ráðherrastóla. En hver kjarni þessa máls? Það alveg rétt hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnúsinni að við erum búin að fresta því ítrekað að taka þetta fyrir. Af tillitssemi við það að fá fram einhvern nýjan þingvilja og ég skal bara segja hver mín skoðun er. Ef að þingið hefði breytt í sig vor eða snemma þetta haust, þá hefði ég viljað að leyfa borgarbúum að kjósa á milli þess að hafa 15, 19 eða 23. Ég held að það hefði bara verið frábært. En við sjálfstæðismenn klúðruðum því eins og öðru á þinginu. Það bara fékkst engin meirihluti fyrir því sem við sjálfstæðismenn vildum. Og nú eru við sjálfstæðismenn meiri segja búin að lyppast niður í eigin ríkisstjórn og það er ekki starfshæft alþingi. Það er ekki einu sinni alvöru ríkisstjórn. Það er starfsstjórn sem við sjálfstæðismenn sitjum í. Kannski færa á því að fjölga ráðherrum, þó ekki verið nema fram að kosningum, eins og gert var síðast og síðast. En megin atriðið er það að lög leyfa tiltekinn fjölda borgarfulltrúa og hér liggur núna fyrir tillögu með afbrigðum að fara í lágmarkið. En það er algjör óskhyggja hjá borgarfulltrúunum að fara að vísa ábyrgð á því að það sé núna ekki hægt að taka það ákvörðun að hafa á 15 eða 19 eða eitthvað annað. Lágmark eru lögum og því hefur ekki verið breytt og það eru þetta algjör ábyrgðarleysi að fara að vísa því inn á þennan vetur eins og hann nú að byrja á Alþingi að eiga það bara undir dúk eða disk eða Bjarni eða Sigríði hvenær landsmálunum þóknast að vera með starfshæft Alþingi til þess að leggja þessa línur. Hér þarf að undirbúa, hér þarf að hugsa fram í tíman og þetta er bara eitt af mjög mörgum málum sem við fáum líklega aldrei úrskorið í nægum tíma fyrir sveitarstjórnarkosningar og alls ekki á næstum vikum og ég held að borgarfulltrúinn gerir sér alveg að góða grein fyrir því og hver annar í þessum sal. Að ætla það við núverandi aðstæður að þessi breyting á sveitarstjórnarlögum sem var engin samstaða á síðasta vetri komst til nefndar en ekki einu sinni út úr nefnd að það er algjört óraunsæi. Það er algjört óraunsæi. Þessi ræði nú lengri en ég ætlaði að hafa hana, ég bara gat ekki orða bundist vegna þess að sjálfsmyndin er komin svo ótrúlega langt frá veruleikanum. Rétt eins og hjá fráfarandi forsætisráðherra sem talar nú eins og Sjálfstæðisflokkurinn sé táknmynd stöðuleik og einhvers konar kjölfesta í stjórnmálum, nú eða tveggja stjórnir eða tveggja flokka meirihlutar, svo við notum það orð. Á síðustu 10 árum, frá 2007 til 2017, hefur Sjálfstæðisflokkurinn átt aðild að 4 meirihlutum og ríkisstjórnum með 2 flokkum í. Enginn þeirra hefur klárað kjörtímabilið, klárað heilt kjörtímabil. Enginn. Það hafa 2 meirihlutar og ríkisstjórnir klárað kjörtímabil, setið heil kjörtímabil á þessu tímabili.
Sjálfstæðisflokkurinn áttu bara aðild að hvoru og hvorugri. Sjálfstæðisflokkurinn ekkert rosalega stöðugt stjórnmála, hvorki ríkin í borg. Því miður sýnir reynslan það. Hann var það kannski einhvern tímann í gamla daga og kannski sjálfsmyndin frá því í gamla daga, en það þarf þá bara að endurskoða sjálfsmyndina leið og við horfumst í augu við þessa sögu. Það ekkert samasemmerki milli tveggja flokka meirihluta og einhver stöðuleika, allavega ekki var Sjálfstæðisflokkurinn hluti af þeim meirihluta, þá við bæði borg og ríki og við erum auðvitað með dæmi fyrir augunum. Hér eru til dæmis í borgarstjórn 4 flokkar í meirihluta sem nú bara býsna stöðugur með það sem við upplifum á landsmálasviðinu. Og öðru vísi mér áður brá en nú Ráðhúsið bara orðið tákn stöðuleika í íslensku stjórnmálum. Merkilegt nokk. En borgarfulltrúinn vildi ekki þýða spoðið hérna áðan að geyma þetta bara í 2 vikur og þá held ég að okkur sé ekkert að vanbúnaði að afgreiða málið, auðvitað miðað við núverandi lög og ég held að sé eðlilegt að segja að borgarstjórn sé þeirrar skoðunar að miðað við lágmarkið í lögunum, en einhverjar áskorun til Alþingis eru bara gamanmál við núverandi aðstæður og því verður vísað frá. Og borgarstjóri lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarstjóra, já, það eru fleiri á mælendaskrá. Og það Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við sáum að borgarstjórinn, hann getur ekki varið þessi vinnubrögð sem ástundi hér undir hans stjórn í Ráðhúsi Reykjavíkur og þá fer hann í það að benda á eitthvað sem hann telur vera verra, vinnubrögðin á Alþingi og í ríkisstjórninni. Þannig að, og sagði að ég elska að tala um máli, ég elska ekki að tala um þetta máli, ég vildi að þetta mál væri löngu frá og ég vildi eyða kröftunum í eitthvað annað. En það var hins alveg ljóst að borgarstjórinn, hann elskaði að tala þau vandræði sem eru komin upp í landsstjórninni og þar var sannkallaða þórðargleði að ræða. En hann kemur sér hjá undan því að tala staðreyndir málsins og staðreyndir málsins snúast útþenslu báknsins og hann fór út víðan völl til þess að finna önnur dæmi útþenslu báknsins. Það sem þetta skiptir máli útþenslu báknsins, það skiptir máli, þar eru með mælikvarða eins og fé og starfsmenn og aðra mælikvarða á báknið og Sjálfstæðisflokkurinn skammast sín ekkert fyrir það ef við berum saman vinstri stjórnir og hægri stjórnir í því sambandi. Við getum bara að skoða það bara með tilliti til stjórnarinnar hér, þurfum ekki að fara lengra í það. Borgarstjórinn, hann velur sér dæmi og snýr út úr þeim, hann talaði fjálglegum sjálfstæðismenn í Garðabæ, en gleymdi alveg að geta þess að sú fjölgun var afleiðing af samningum þegar að það sveitarfélag sameinaðist öðru sveitarfélagi. Það sameinuðust sveitarfélög og hluti af þeim samningaviðræðum öllum var það að bæjarfulltrúum skyldi fjölgað. Ég ætla ekki að bera í bæti flokka fyrir það. Við erum hérna borgarfulltrúar Reykjavík og eigum að fjalla málin hér og okkur engin vorkunn, þó við séum bara 15, að taka skýra afstöðu til málsins. En borgarstjóri vill ekki gera það, hann verður svo köttur í kringum heitan graut og tekur dæmi hérna og það til þess að þurfi ekki að standa fyrir máli sínu. Og það slæmt því að kjósendur í Reykjavík eiga betra skilið, þeir eiga það skilið að menn komi sér ekki með undanbrögðum hjá því að taka afstöðu til slíkra mála. Áður Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi lokið við að veita andsvari borgarstjóra og borgarstjóra svara andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, það alveg rétt hjá borgarfulltrúanum að eitt af því sem hafði gerst í Garðabæ var að Garðabæ sameinaðist Álftanesi, en það rétt að borgarfulltrúin rifji upp fyrir borgarstjórninni hvað að bjuggu margir á Álftanesi þegar Álftanes sameinaðist Garðabæ og hvað borgarfulltrúanum finnist eðlilegt að bæta við mörgum bæjarfulltrúum eða borgarfulltrúum þegar íbúum fjölgar. Vegna þess að 1916, þegar borgarfulltrúar voru fyrst 15, bjuggu 16.000 manns í Reykjavík. Og hvað ætlum við þurfa að fjölga borgarfulltrúum mikið ef það ætti að nota sömu reiknireglu og sjálfstæðismenn í Garðabæ? Við getum auðvitað sótt okkur dæmin nær, því að Sjálfstæðisflokkurinn var ekki fyrr búinn að ná hér völdum 2006,
sem hann hélt svo með köflum það kjörtímabil. Það voru 4 meirihlutar á því kjörtímabili eins og gjarnan ef að Sjálfstæðisflokkurinn kemur nálægt stjórninni. Það var það fyrsta sem hann gerði var að kljúfa menntaráð í grunnskólahlut og leikskólahlut og fjölga ráðum, fagráðum sem hafði verið fækkað næstu í helming á árunum þar á undan. Það var til þess að koma einstökum borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir í stóla því að þau gátu ekki skipt með sér verkum. Þannig að það þarf auðvitað ekki að, það alveg rétt hjá hana, það þarf ekki að fara í Garðabæinn til að finna hvernig Sjálfstæðisflokkurinn hugsa þessi mál. Þannig að það alveg sama hvort við tökum Garðabæ, Reykjavík eða ríkið. Það alltaf verið að fjölga. Það alltaf verið að fjölga. En þetta mál snýst líka það tæknilega atriði, ef tæknilegt atriði skildi kalla, að lagaraminn bara þessi. Og við þurfum að vinna eftir honum í aðdraganda þessara kosninga og í ljósi stöðunar sem komin upp í landsmálunum, þá ekki eftir neina bíði því. Og borgarstjóri loki við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það ánægjulegt að borgarstjóri skuli fara aðeins nær, koma hingað til Reykjavíkur og ræða málin hér og það sjálfsagt bara að vera sjálfsagt að fara yfir þau mál, skoða bara hvernig stjórnsýslubreytingar í Reykjavík, hvaða áhrif þau hafa haft, varðandi fjölgun í kerfinu og kostnað. Borgarstjórinn þekkir þetta vel því að hann hefur meira og minna stýrt öllum stjórnkerfisbreytingum sem hér hafa orðið síðustu 15 árin eða svo. Nú, varðandi, það allt til að nefna einhverja komið sögulegar skýringar af því hvað borgarfulltrúar hafa verið margir. 15 borgarfulltrúar og 16 manns í borginni. Það þarf samt að fara sérstök rök fyrir því að það var fjölga árið 1915 og lengst að það voru borgarfulltrúar, bæjarfulltrúar hér í algjöru hlutastarfi. Nú erum við orðin atvinnupólitíkus, svo má segja. Varðandi menntaráð, þá athyglisvert að heyra þetta sjónarmið borgarstjóra til þess. Ég skora á hann að heimsækja starfsstöðvar borgarinnar, skóla og leikskólana vegna þess að leikskólastjórar og leikskólakennarar þeir kvarta mjög mikið við því að þeirra málefni fái miklu minni fókus eftir að þetta var allt sameinað í eitt ráð, skóla- og frístundaráð eins og heiti núna. Það með 200 vinnustaði á sínum snærum. Það mjög, og ég segi það, ég sitji í þessu ráði, það mjög erfitt fyrir okkur sitjum í þessu ráði að hafa gott yfirlit yfir allt sem gerist á sviðinu, ekki síst vegna þess að vinnustaðirnir undir þessu eina ráði eru svo margir. Og ég þeirra skoðunar á að þessi mál hafi fengið annan og betri fókus þegar sérstakt ráð sinnti leikskólamálunum og annað ráð sinnti grunnskólamálunum og öðrum menntamálum. En það kannski umræða sem getur tekið seinna og snertir þá stjórnsýsluna. Aðalatriði í þessu, hér eru að fjalla borgarstjórn, hér eru að fjalla okkur sjálf og vinstri flokkarnir, þeir vilja fjölga borgarfulltrúum 53%, ég held að það sé að komast í ljós með þessar umræðu, jafnvel þá menn vilja ekki viðurkenna það fyrir opnum tjöldum. Og hefur Kjartan Magnússon lokið við að koma upp í andsvara öðru sinni og borgarstjóri svarar andsvara öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, íbúar á Álftanesi voru 2500 þegar þeir sameinuðu Garðabæ og töldu þessuna rétt að fjölga bæjarfulltrúum 2 frekar en 3 af því að borgarfulltrúin nefndi það ekki, en ég spurði sérstaklega 2500 og því var harðlega og sérstaklega mótmælt af félagi leikskólakennara þegar að menntaráðið var skipt í tvennt. Þannig að viðhorf fagstéttarinnar til þess lá algjörlega fyrir. Þá borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og Kjartan Magnússon hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mér finnst að lýsa ákveðinni þröngsýni að vitna alltaf hérna til stjórnsýslu innanlands þegar við erum að fjalla okkar eigin stjórnsýslu. Það sjálfsögum á taka slík dæmi og þau dæmi eru nálægt okkur. En mér finnst þegar við erum að reka hér borgarkerfi sem við ætlum að hafa í fararbroddi á 21. öldinni, þá eigum við ekki síður að miða við hvernig borgir
sem þykja standa fremst í heimi í þjónustu og ákvarðanatöku og lýðræði gagnvart sínum íbúum, hvernig þær standa málum, heldur en litlir bæir, þó ágæti séu. Reykjavíkurborg er svo stór með aðrar sveitarstjórnir að þetta er alltaf samanburðarhæft. Þess vegna förum við og tökum átt samanburði við nágrannalönd okkar. Og ég held að borgarstjóri sem nú mjög mikið af ferðinni erlendis, hann er frekar að líta til þess líka líta til þess, ekki bara miða við lítil sveitarfélag á Íslandi þegar hann gerir samanburð hér á kostnaði í borginni, þótt ágæti séu þessi bæir. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd. Athugasemdum og andsvörin telst lokið og næst tekur til máls Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar. Þegar við tókum þessa umræðu í júní, þá töldum við Framsóknarflugvallavinir réttast að það yrði tekin ákvörðun þá þegar fjölda borgarfulltrúa út frá gildandi lögum, því við getum auðvitað ekki verið að taka ákvörðun eitthvað sem einhvern tímann kannski gerist í framtíðinni. Við í Framsóknarflugvallavinum erum enn þeirrar skoðunar að það er Alþingi sem á að ákveða fjölda borgarfulltrúa, en það eigi ekki vera val borgarstjórnar að breyta núgildandi lögum eða hvort að það verði gert, því það mun bara bjóða upp á vinsældaleik fyrir næstu borgarstjórnarkosningar og láti svo liggja að því að þeir sem vilja fjölga vilja auka kostnað borgarinnar. Við hér inni vitum það öll að það er búið að reikna þetta út og það eru ýmsir sem eru ekki borgarfulltrúar í dag sem eru að sinna nefndastörfum og fá greitt fyrir það sem væri eðlilegra að borgarfulltrúar myndi sinna. Fyrir þessu fundi liggja þá tvær tillögur. Það er annars vegar tillaga forsætisnefndar það að við girðum okkur í brók og klárum að samþykkja það sem núgildandi lög kveða á að við höfum val það hvort að við ætlum að fjölga okkur í 23 eða bilinu 23 til 31. Og það er tillaga forsætisnefndar að við samþykkjum lágmarksfjölda, það er að segja 23, og það munum við samþykkja. Það liggur líka fyrir tillaga Sjálfstæðisflokksins, það sem lítur að því að það verði skora á Alþingi að endurskoða umrætt lagaákvæði, það er að segja hvort að lágmarksfjöldin verði á þessu bili 23 til 31, og borgarstjórn hafi sjálfdæmi hvort borgarfulltrúum verði fjölgað eða ekki. Þannig að valið verði hjá okkur og lögunum þá breytt þannig að við getum ákveðið það sjálf hvort að við verðum 15 eða fleiri á næsta kjörtímabili. Eins og ég sagði í júní og segi það aftur hér, ég tel að það sé ekki skynsamleg ákvörðun að láta okkur ákveða það sjálf því umræðan mun snúast ykkur popúlisma í ansi hræddum. Ég þeirrar skoðunar að það er Alþingi sem ákveður eigi að ákveða fjölda borgarfulltrúa. Nú ef það er samstaða fyrir því á Alþingi að breyta núgildandi sveitarstjórnarlögum og hafa ákvæði í lögum það að borgarfulltrúar verði 15, að þá er það bara fínt. En mér finnst það að Alþingi eigi að ákveða þetta, ekki við. Og ég tek undir það sem borgarstjóri sagði hér áðan, að Alþingi er ekki að fara að velta þessu lagafrumvarpi fyrir sér núna á síðustu dögunum fram að kosningum. Það eru mörg miklu mikilvægari mál sem bíða afgreiðslu á Alþingi og það er bara spurning það hvort að verði samstaða nokkur mál á þessu stutta tíma sem eftir er fram að kosningum. Þannig ég tel að það sé mikilvægt við klárum þetta. Við höfum val það að ákveða hvort við verðum á bilinu 23 til 31 og tillagan gerir ráð fyrir því að við samþykkjum lágmarksfjöldan 23 og það munum við í Framsóknarflugvallavinum samþykkja. Og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi loki máli sínu, ekki hafa fleiri hvatsi hljóðs undir þessum lið og telst á umræðum hann lokið. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu.
tillögu sem liggur fyrir fundinum með afbrigðum. Það er tillaga forsætisnefndar fjölgun borgarfulltrúa í 23. Já, sú sem gengur lengra borin upp fyrst til afgreiðslu og það er tillaga forsætisnefndar. Það er atkvæðagreiðsla, ætla ég að biðja borgarfulltrúum að koma inn í salinn til þess að greiða atkvæði. Nei. Forseti segir það. Að þið skuli biðja hann þá skriflega. Ef þið getið ekki séð að tillagan sem gengur út á það að fjölga borgarfulltrúum í 23 gangi lengra heldur en ykkar til þess að falla frá núverandi ástandi, þá veit ekki hvernig á að rökstyðja það öðruvísi. Eru allir borgarfulltrúar inn í salnum? Þá ber ég upp þessa tillögu frá forsætisnefnd að fjölga borgarfulltrúum í 23. Tillagan er svohljóðandi. Í 11. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 sem tóku gildi 1. janúar 2012 kveðið á fjölda fulltrúa í sveitarstjórn. Þar kemur fram að í sveitarfélögum þar sem íbúar eru 100.000 eða fleiri skal fjöldi fulltrúa vera 23 upp í 31. Samkvæmt gildandi samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar nr. 715/2013 borgarstjórn Reykjavíkur skipuð 15 borgarfulltrúum sem eru undir lögbundnu lágmarki. Lagt til að borgarstjórn samþykki að fjöldi borgarfulltrúa verða næsta kjörtímabili í lögbundnu lágmarki 23 borgarfulltrúar við sveitarstjórnarkosningar sem fara fram þann 25. maí 2018. Forsætisnefnd falið að vinna að nauðsynlegum breytingum og samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskuld borgarstjórnar, samþykkt kjör og starfsstöðu kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg sem og öðrum samþykktum sem við á. Það þýðir að nú þegar við samþykkjum að borgarfulltrúar skulu fara eftir lögbundnu lágmarki sveitarstjórnarlaga upp í 23, vísu því inn til forsætisnefndar, það þýðir að það verði einhver breyting á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar og samþykktum. Þið eru hins vegar að boða óbreytt ástand, þannig að þessi tillaga gengur lengra. Þannig að nú ætla ég að bera hana upp til atkvæðagreiðslu, þau ykkar sem að samþykkja þessa tillögugjöfmerki, þau sem á móti kunna vera. Hún samþykkt með 8, 9, 11 atkvæðum gegn 4 og þá leggur forseti til að tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins áskorun til Alþingis endurskoðun fjölda borgarfulltrúa verði vísað frá. Já, og ég ber það upp til atkvæðagreiðslu, þau ykkar sem að samþykkja að vísa tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins frá. Já, það samþykkt með 11 greiddum atkvæðum, ykkur á móti, 4 greidd atkvæði á móti. Umræðu telst lokið og atkvæðagreiðslu einnig og þá ætlar forseti að taka samhliða umræður sem eru þá núna 7. og 8. liður. Það er umræða skýrslu hlutverk Reykjavíkurflugvallar í öryggiskerfi landsins að beiðni borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavinna og umræða öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Það eru sem sagt þá orðnir liðir 7 og 8 og þetta dagskrán hefur verið riðlast og málshefjandi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, nýlega skilaði Þorgeir Pálsson skýrslu til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hlutverk Reykjavíkurflugvallar í öryggiskerfi landsins og þar sem honum var falið að leggja annars vegar mat á öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar og hins vegar að meta hvernig og hversu vel aðrar staðsetningar flugvallar fyrir höfuðborgarsvæðið myndu uppfylla þetta hlutverk.
Þannig að umræðan hér verður tvískipt, það er að segja annars vegar að atriði sem lúta að því sem að þarf að kanna varðandi flugvöll í Hvassahrauni og hins vegar varðandi þá öryggisþætti sem þurfa að vera fyrir hendi. Hlutverk flugvalla auðvitað fyrst og fremst að það þeir fara með almannasamgöngur á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis, það er að segja Reykjavíkurflugvöllur, og það fer í gegnum líka flugvöllin, flutningur sjúklinga og slasaðra. Reglubundin starfsemi Landhelgisgæslunnar hefur aðsetur þar. Reykjavíkurflugvöllur varaflugvöllur og sinnir flugkennslu og þjálfun flugmanna og flugvöllurinn gegnir miklu öryggishlutverki vegna náttúruvár og annarra sjaldgæfra atburða sem ógna geta samfélaginu og það rakið í þessari skýrslu. Og í skýrslan byggir í rauninni á þeim gögnum sem fyrir liggja þessi atriði en það hefur ekki verið aflað nýrra gagna. Í skýrslunni gengið út frá því að það séu í rauninni bara 2 kostir fyrir innanlandsflugvöll á suðvesturhorni landsins, það er að segja Reykjavíkurflugvöllur eins og hann í dag í Vatnsmýrinni eða þá Hvassahraunið sem að kom líklegastur út úr skýrslunni hjá Rögnunefndinni. Það verður þó að hafa í huga eins og skýrsluhöfundur bendir á að það langt frá því að sýnt hafi verið fram á það með óyggjandi hætti að Hvassahraunið sé viðunandi flugvallarstæði því að það þarf í rauninni að kanna ýmsa þætti áður en hægt að taka afstöðu til þess. Það kemur fram í skýrslu Rögnunefndarinnar að tillagan í rauninni Hvassahraunið sé byggð á frummati á 5 lykilþáttum varðandi nýjan flugvöll, það er að segja veðurfari, landrými, flugtækni, umhverfismálum og stofnkostnaði, en það sé nauðsynlegt að fullkanna þessa þætti. Varðandi öryggishlutverkið að þá kemur í rauninni fram í skýrslunni að meginhlutverk flugsamgangna á Íslandi að tengja þéttbýli við umheiminn og að tryggja aðgengi landsmanna að miðstöðvum viðskipta og stjórnsýslu hér á landi. Það eitt af meginhlutverkum Reykjavíkurflugvallar og fyrir utan náttúrulega öryggishlutverkið. Og það tekið saman að meginhlutverk Reykjavíkurflugvallar sé í fyrsta lagi miðstöð innanlandsflugs, alþjóðlegu flugvöllur fyrir einkaflugvélar og leiguflugfélög milli landa, aðal áfangastæður sjúkraflugs á landinu og til annarra landa, varaflugvöllur, stærsti kennsluflugvöllur landsins, miðstöð flugstarfsemi Landhelgisgæslunnar, flugvöllur fyrir þyrluflug í atvinnuskyni, aðstaða fyrir einkaflug og alhliða öryggisflugvöllur. Þannig að miðað þessa upptalningu ljóst að hlutverk Reykjavíkurflugvallar mjög fjölþætt. Og skýrsluhöfundur, hann tekur í rauninni saman nokkur atriði sem hann í rauninni rekur sem þetta alhliða öryggishlutverk sem að flugvöllurinn gegnir. Og það í fyrsta lagi að flugvöllurinn aðal áfangastaður sjúkraflugs í landinu. Það hefur orðið mikil aukning á flutningum á undanfarnum árum í sjúkraflugi og flugvöllurinn, Reykjavíkurflugvöllur, býður upp á góðar aðflugsleiðir og flugleiðsöguþjónustu, góðar flugbrautir, en skýrsluhöfundur bendir líka á að lokun svokallara neyðarbrautar hefur þó rýrt verulega möguleikann til að lenda flugvöllinum í sterkum útsýningi sem algengur á Suðvesturlandi, sérstaklega haustin og vorin. Skýrsluhöfundur bendir líka á að auk sjúkraflugsins innanlands einnig stundar sjúkraflug til nágrannalanda ekki hvað síst vegna líffæraflutninga. Skýrsluhöfundur bendir líka á að þyrlur Landhelgisgæslunnar sinna veigamiklu hlutverki á flutningu á sjúkum og slösuðum, en þyrlur, þær ekki alltaf góður kostur, heldur flugvélarnar betri.
Þær taka lengri tíma. Það er stundum ekki hægt að fljúga með þær og fyrir utan að þá þarf að vera jafnþrýstir búnaður við sjúkraflug við ýmsar aðstæður sem ekki í þyrlunum. Og það er bent á það að vegna nýja Landspítalans að það er gert ráð fyrir þyrlupalli og efstu hæð byggingar og í öllum áætlunum sem hafa verið gerðar varðandi aðflug á þessum þyrlupalli að það er gert ráð fyrir að Reykjavíkurflugvöllur sé í Vatnsmýrinni og það megi nota kerfi hans til aðflugs og fráflugs. Þannig að nauðsynlegt að tryggja hindranafríar aðflugsleiðir frá flugvöllunum og frá þyrlupallinum. Þannig í rauninni ef að flugvöllurinn verður lagður niður að þá þarf að tryggja þetta. Og skýrsluhöfundur bendir á að það sé augljóst að ef Reykjavíkurflugvöllur verður lokað árið 2024 þá verður erfitt og ófært að nota þyrlur til þess að fljúga með sjúklinga inn á þyrlupall sjúkrahússins eins og gert hefur verið langt árabil nema komið verði upp sérstakri aðstöðu til aðflugs sem krefst nýrrar leiðsögutækni og umtalsverðs landrýmis. Það er líka bent á það í skýrslunni að annað lykilhlutverk þessar staðsetningar að Reykjavíkurflugvöllur þar er miðstöð leitar og björgunar. Leitarflug er oft stór þáttur í hvers konar aðgerðum lögreglu, björgunarsveita og annarra aðila vegna slysa og mannshvarfa og þar gegnir flugvöllurinn lykilhlutverki. Staðsetningin er góð. Það er auðvelt fyrir mannskap sem þarf að komast. Hann er fljótur á vettvang. Og flugvöllur í Hvassahrauni, hann var lengra frá miðju höfuðborgarsvæðisins og myndi lengja í rauninni þennan tíma. Það er líka bent á það í þriðja lagi skýrslunni að tengipunktur Reykjavíkurflugvallar við alla staði á landinu sem gerir fólki kleift að flytja fólkbirgðir aðra bjargi til og frá höfuðborgarsvæðinu vegna náttúruhamfara, slysa eða annarra atburða sem varða almannavarnir. Og þetta er eitt af mikilvægustu öryggishlutverkum Reykjavíkurflugvallar. Það er líka bent á það í skýrslunni að þetta sé tengiflugvöllur höfuðborgarsvæðisins við nágrannalönd sem má nota til sjúkraflutninga, sinna mikilvægum erindum í þágu öryggis landsmanna eða til þess að flytja menn og bjargir milli landa á innan við 3 klukkustundum. Og að flugvöllurinn er mikilvæg undankomuleið og flugvöllur til þrautavara. Og það er bent á það að þó svo að það sé ekki fordæmi fyrir því að höfuðborgin hafi verið rýmd eða flytja þurfi fólk í stórum stíl á höfuðborgarsvæðinu, þá verður að gera ráð fyrir því að slíkt getur gerst. Og við slíkar aðstæður yrði að nýta allar samgönguleiðir sem til eru. Og staðsetning Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýri sé því afar góð til þess að veita þann stuðning sem þörf er á fyrir loftflutninga, hvers konar vegna almannavarna atburða. Þá er tengingin við kerfi almannavarna góð ef upp hafa komið einhverja aðstæður sem geta ógnað lífi og heilsu manna og Reykjavíkurflugvallar gegnir lykilhlutverki í almannavarnakerfi landsins. Þetta eru svona helstu atriðin sem talin eru í skýrslunni varðandi öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar. En í skýrslunni er í rauninni líka borið saman hvað þarf í rauninni að skoða til þess að varðandi valið á millið á Reykjavíkurflugvallar og Hvassahraunins ef það er möguleiki að byggja flugvöll í Hvassahrauni. Því að það kemur alveg skýrt fram að það er ennþá eftir að gera mjög viðamiklar rannsóknir til þess að það er hægt að slá því föstu að flugvöllur í Hvassahrauni hafi það til brunns að bera að vera jafngóður og jafngóð staðsetning og gegna því hlutverki sem Reykjavíkurflugvöllur getur gert.
Má komin hérna blaðsíðuruglingur á skýrsluna hérna hjá mér í búltinu, þannig að ég aðeins að finna hvar þetta er. Það svona þegar maður ekki búin að hefta hlutina saman og ekki búin að læra skýrsluna utanbókar. Já, nú ætlum ég að fjalla í rauninni varðandi hvað á eftir að skoða til þess að Hvassahraunið sé í rauninni valmöguleiki. Að skýrsluhöfundur gengur út frá því að það sé óhjákvæmilegt að það sé 2 flugvellir á suðvesturhorni landsins. Og það sé í rauninni alltaf það sem hefur verið rætt fram að þessu. Skýrsluhöfundur bendir á að þær athuganir og áætlanir sem gerðar hafi verið byggingu flugvallar í Hvassahrauni séu ófullkomnar og byggist á frumgreiningu á mörgum þáttum. Hann bendir á að samkvæmt niðurstöðu Rögnunefndarinnar þyrfti margvíslega viðbótarrannsókn að koma til í tengslu við fullhönnun og undirbúning hugsanlegra framkvæmda. Og hann segir að það megi færa rök fyrir því að slík undirbúningsvinna þurfa að fara fram áður en hægt sé að slá því föstu að þessi staðsetning henti fyrir slíkan flugvöll, enda slík ákvörðun afdrifarík og afleiðingarnar langvarandi. Hann bendir meðal annars á að mælingar á veðurskýlurum á jörðu niðri og í lofti séu grundvallaratriði í þessu sambandi og það þarf að kanna betur hugsanlega flugbrautarstefnur því að þær rannsóknir sem hafa verið gerðar fyrir ykkur síðan, þær byggðust ekki á langtíma upplýsingum vindafar á svæðinu. Og við þekkjum það að Icelandair eitthvað byrjað að skoða þetta, en það er ennþá langt í land að sú vinna verði kláruð. Þá bendir skýrsluhöfundur líka á að það þurfi að gera umfangsmikla jarðvegsrannsóknir til þess að kanna undirstöðu flugbrauta og mannvirkja til þess að það sé ætla að áætla í rauninni kostnaðinn við framkvæmdirnar. Hann bendir líka á það að mörg atriði varðandi umhverfisvernd séu óvissu orpin og ljóst að umhverfismat á væntanlegri framkvæmd gæti orðið flókin og tímafrek og bendir á í því sambandi vatnsverndarmál og náttúruvá, sérstaklega með tilliti til gosvirkni og hættu á sprungumyndum. Og þá bendir hann auðvitað líka á að það þarf að ræða þessi skipulagsmál við Voga og Hafnarfjörð, sem þarf auðvitað að vera forsenda þess að ef það á að fara út í svona umfangsmiklar og kostnaðarsamar undirbúningsrannsóknar og þróunarvinnu, að það þarf að vera liggja fyrir samþykki þessara sveitarfélaga. Þannig að miðað við upptalningu þessa skýrsluhöfundar sem nú ansi vel að sér í þessum málum og byggir á gögnum sem fyrir liggja, að þá enn mjög langt í land með það að hægt sé að staðfesta að Hvassahraunið sé kostur sem hægt í rauninni raunhæfur kostur. Þannig að við erum komin ansi skammt á veg, þó svo að sé búið að finna stað sem að gæti mögulega líklega gengið, en þá það ekkert víst ennþá. Og hann bendir líka á skýrsluhöfundur varðandi kostnað við fjármögnunina að það liggi fyrir ykkur bráðabirgða útreikningar upp á 40–50 milljarða. Maður hefur reyndar alveg heyrt hærri tölur og þetta sé þá verkefni sem þyrfti að fjármagna með lánum því að það mun auðvitað taka einhver tíma að selja landi í Vatnsmýrinni og það auðvitað ekki hægt að loka flugvellinum í Vatnsmýrinni ef það á að opna flugvöll í Hvassahrauni fyrir að flugvöllin í Hvassahrauni er orðinn tilbúinn. Og skýrsluhöfundur bendir á að það sé kannski mestalagi 1/4 af kostnaðinum við að byggja nýjan flugvöll sem að mun hafast út úr því að selja þetta landrými í Vatnsmýrinni. Þannig að niðurstaða þessara skýrslu einfaldlega svo að enn langt í land með það að hægt sé að taka rökstudda ákvörðun það að byggja nýjan flugvöll í Hvassahrauni. Fyrir utan allar þessar rannsóknir sem eiga eftir að fara fram, að þá náttúrulega þarf að fara fram, þá þarf að finna út úr því hvernig á að fjármagna þetta. Og það eru ýmis önnur atriði eins og til dæmis nýr Landspítali sem er meira í forgangi, þannig að ég held að það sé algjörlega óraunhæft að ætla að það sé hægt að loka flugbrautum á þeim tíma sem að aðalskipulag Reykjavíkur gerir ráð fyrir.
Það borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðu borgarfulltrúar, mér langar til þess að byrja á að þakka borgarfulltrúinu Guðfinnu Jónu Guðmundsdóttur fyrir ítarlega yfirferð yfir marga mikilvæga þætti skýrslunnar. Nú liggur fyrir feikilega vönduð og góð úttekt á öryggishlutverki Reykjavíkurflugvallar og ég vona að borgarfulltrúar hafi kynnt sér skýrsluna vel því að skýrslan varpar nýju ljósi á atriði sem hafa ekki verið tekin með í reikningin hingað til. Í skýrslunni kemur fram að Reykjavíkurflugvöllur sinnir afar vel öryggishlutverki sínu. Staðsetning hans sérstaklega góð og engin annar flugvallarkostur getur verið betur staðsettur til að gegna alhliða öryggishlutverki bæði fyrir höfuðborgarsvæðið og landið allt. Löng reynsla af flugi á Reykjavíkurflugvelli og á nærliggjandi svæði hefur sýnt að flugskilyrði að jafnaði hvergi betri á höfuðborgarsvæðinu en í Vatnsmýrinni, sem skiptir meginmáli varðandi áreiðanleika og nýtingu. Landspítalinn í túnfætunum á flugvellinum og fjarlægðir til miðstöðva leitar og björgunar og annarra lykilatriða örstuttar. Reykjavíkurflugvöllur hefur gegnt mikilvægu hlutverki sem aðal áfangastaður sjúkraflugs á landinu. 700 sjúkraflug eru farin á ári og talið að þeim muni fara fjölgandi. Það því engum blöðum það að flétta að nálægð flugvallarins við eina hátæknisjúkrahús landsins afar mikilvægt, ekki síst í bráðatilfellum þegar að bjarga þarf mannslífum og mínútur geta skipt máli. Hins vegar hefur ótímabær lokun neyðarbrautarinnar skert nýtingarhlutfallið allverulega. En í ljós kom á tímabilinu frá nóvember 2016 til apríl 2017 að neyðarbrautin var eina nothæfa flugbrautin fyrir sjúkraflugvélar í 25 daga. Þetta var 25 dögum of mikið sem að neyðarbrautin, sem að flugvöllurinn var lokaður vegna þess að búið var að loka neyðarbrautin. Og það ábyrgðar hlutur. Það segir sig sjálft að slík lokun getur teflt lífi og öryggi sjúklinga í hættu þegar að engin samskonar braut til staðar á öllu suðvesturhorninu. Forseti, auk annarra þýðingarmikilla atriða sem varða öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar að hann miðstöð leitar og björgunarflugs og að hann geti ekki verið betur staðsettur til að þjóna björgun hvar sem á landinu og að hann geti gegnt mikilvægu hlutverki sem undankomuleið rýma þarf höfuðborgarsvæðið. Sem betur fer höfum ekki staðið frammi fyrir þeim veruleika hingað til, en við vitum aldrei hvenær geti komið að því. Síðast en ekki síst kemur fram í skýrslunni að Reykjavíkurflugvöllur gegni afar mikilvægu hlutverki sem varaflugvöllur og nauðsynlegt sé að hafa 2 flugvelli á suðvesturhorninu til að uppfylla bæði samfélagslegt og flugtæknilegt öryggi. Ýmsar hugmyndir hafa komið upp í gegnum tíðina nýja staðsetningu fyrir innanlandsflugið, en í ljós hefur komið eftir miklar athuganir að þær hafa ekki verið raunhæfar. Rögnunefndin svonefnda komst að þeirri niðurstöðu að Hvassahrauni væri álitlegur þróunarkostur, vel að merkja álitlegur þróunarkostur, fyrir nýjan flugvöll og að flugvallarskilyrði þar yrðu könnuð með nauðsynlegum rannsóknum. Langt í land að þeirri vinnu ljúki og ekki hefur verið sannað að þessi staður uppfylli þær kröfur sem gera verður til arftaka Reykjavíkurflugvallar varðandi flugskilyrði. Það vill líka stundu gleymast að einnig kom fram í niðurstöðum Rögnunefndar að tryggja verður rekstur Reykjavíkurflugvallar á meðan nýjum flugvelli til að taka við hlutverki hans hefur ekki verið fundur staður og hann byggður. Eitt mikilvægast atriði sem fram kemur í skýrslunni öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar að flugvellinum í Vatnsmýrinni verði ekki lokað fyrr en nýr flugvöllur til að taka við hlutverki hans tilbúinn til notkunar. Með allar þessar staðreyndir í huga
verður það vægast sagt að teljast ábyrgðarlaust að borgaryfirvöld hafa nú þegar hafið lokun Reykjavíkurflugvallar með lokun neyðarbrautarinnar og hafa svo á prjónunum að loka flugvellinum alfarið árið 2024. Þetta svona svipað og tekin hefði verið ákvörðun að loka Landspítalanum á meðan nýr spítali byggður. Ég velti því fyrir mér hvað borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson og læknirinn myndi segja við því. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Greta Egilsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarstjóri og kæra borgarstjórn. Enn og aftur fjallum við okkar ástkæra Reykjavíkurflugvöll og þessa nýju skýrslu hans Þórdísar Pálssonar til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Og við sem höfum lesið skýrsluna, sem væntanlega eru við öll, að þá sjáum við glögglega að Reykjavíkurflugvöllur sinnir öryggishlutverki sínu sem öryggisflugvöllur mjög vel og almenn samstaða að það þurfi að vera 2 flugvellir á suðvesturhorni landsins og það eru nokkrar ástæður fyrir því. Meðal annars svo að halda megi upp flugi þó svo að annar flugvöllurinn teppist, því að þó að jafnvel sé tímabundna lokun að ræða, þá getur slíkt valdið mikil hættu ef að mikil umferð á þeim tíma. Mikil aukning hefur verið á flugi gegnum flugstjórnarsvæði Íslands undanfarna áratugi og stjórnað samkvæmt alþjóðlegum samningi á vegum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar af flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík. Slík flugleiðsöguþjónusta ásamt leitar- og björgunarþjónustunu leggur siðferðilegar skyldur á hendur ríkinu að veita öryggisþjónustu við alþjóðlegt flug sem felst í aðgengi að öryggisstofnunum þess og varaflugvöllum eins og fram kemur í skýrslunni. Erlendum flugfélögum sem hafa viðkomu á Íslandi hefur einnig fjölgað mjög hratt og þar af leiðandi erlendum ferðamönnum hér á landi og kallar slíkt eins og við vitum á almenna aukna öryggisþjónustu eins og sjúkraflutninga innanlands, varaflugvallaþjónustu fyrir alþjóðlegt flug á Norður-Atlantshafi ásamt auknu tæknibúnaði og viðbúnaði til að viðhalda og auka flugöryggi. Það þarf einnig að tryggja, eins og áður hefur komið fram, að hægt sé að bregðast við ef ófyrirséðir atburðir verða, svo sem náttúruhamfarir, alvarleg slys, sjúkdómar eða annað slíkt, eða jafnvel eitthvað atburðir sem geti orðið af mannavöldum, eins og fram kemur í skýrslunni. Og Reykjavíkurflugvöllur hefur verið miðstöð leitar- og björgunarflugs og þaðan hefur verið hægt að flytja á skömmum tíma birgðir og aðra bjargir vegna almannavarna ásamt því að flytja fólk og hefur hann verið tengipunktur við alla staði landsins. Mýflug hefur sinnt sjúkrafluginu eins og við vitum og flög á síðast ári með 700 sjúklinga og hafa þeir nýtt Reykjavíkurflugvöll enda staðsetning hans með við núverandi staðsetningu Landspítalans kjörin og stutt vegalengd sem þarf að flytja sjúklingana. Og Landhelgisgæslan hefur farið 166 sjúkraflug og hún nýtir einnig að og fráflugsferla Reykjavíkurflugvallar. Við höfum öll heyrt hérna í umræðinni að fólk velti því oft hvort að þyrlur geti ekki sinnt sjúkrafluginu eingöngu og þá eins og fólk telji að þá þurfi ekki flugvöllin til. En staðreyndin önnur eins og lesa má í skýrslunni og Landhelgisgæslan hefur flogið eftir aðflugsferlum að flugvöllinum árabil og byggist þyrluflug inn á nýja Landspítalann á núverandi staðsetningu Reykjavíkurflugvallar varðar aðflug, fráflug og lendingar. Þetta eru staðlegar ferlar og þyrla í blindflugi hefur ákveðinn punkt, svo kallan Missed Approach Point, þar sem hún í 250 feta hæð, þar sem hún verður að vera komin í sjónflug til að geta haldið áfram að áfangastað sínum eða fljúga aftur tilbaka eftir sömu ferlum. En í hönnun á lendingapalli hins nýja Landspítala gert ráð fyrir að þetta aðflug, það að segja frá þessum Missed Approach punkti, hefjist yfir viðkomandi flugbraut á Reykjavíkurflugvelli. Verði Reykjavíkurflugvelli lokað árið 2024 þarf strax að fara að gera ráð fyrir því að komið verði upp sérstakra aðstöðu vegna aðflugs og fráflugs sjúkraþyrlna sem krefðist nýrrar tækni og talsvert landrýmis eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur. Og einnig að það var ekki hægt að ætla þyrlunum að fljúga
svo alla leið í Hvassahraun að sjúkraflugi loknu, bæði vegna veðurs og vegna eldsneytisþarfa og líklega þyrfti við því að gera ráð fyrir þyrluflugvelli eða svokölluðum heliport í Vatnsmýrinni. Áhugavert er líka að einungis innan við 20% af þeim sjúkraflugum sem farin eru með þyrlu lenda á þyrlupallinum við Landspítalann, en það eru einungis bráðatilfelli og er ástæðan meðal annars sú að reynt er að draga úr hávaði í nærliggjandi íbúðahverfum. Sumir hafa haldið fram að það væri lagi að loka Reykjavíkurflugvelli þegar hann væri hvort eð er svo lítið notaður, en hinu sömu kann kannski að bregða þegar þeir átta sig á því að 30% af öllum flugvélum í flutningaflugi, það er áætlunin og leiguflugi, fara Reykjavíkurflugvöll og er flug orðin svo atvinnugrein sem hefur umsvif sem nema 12–15% af vergri landsframleiðslu sem kemur fram í skýrslunni. Reykjavíkurflugvöllur er vel staðsettur, það er stutt frá búsetumiðju borgarinnar og veitir þann stuðning sem þarf ef þörf er á loftflutningum vegna alvarlegra almannavarna atburða og hægt er að flytja íbúa höfuðborgarsvæðisins til annarra landshluta ef nauðsyn krefði. Flugvöllur í Hvassahrauni væri nálægt gos- og sprungusvæðum Reykjanesskagans og einungis er eins og staðan er núna, ein og sama vegatengingin frá höfuðborgarsvæðinu að Keflavíkurflugvelli og þá að flugvöllunum í Hvassahrauni yrði hann að veruleika. Auðvitað hefur þetta allt sína kosti og galla og nýr flugvöllur í Hvassahrauni gæti verið með lengri flugbrautir og 3 brautir eins og kemur fram í skýrslunni og kom fram í máli borgarfulltrúa Mörtu Guðsdóttur að þá hefur lokun suðvestur norðausturbrautarna töluverð áhrif í miklum útsýningi. Einnig hefði flugvöllur í Hvassahrauni meiri stækkunarmöguleika til framtíðar og gæti jafnvel tekið við hluta af millilandaflugi þegar framleiða stundir að því gefnu að aðflugs- og fráflugsferðlar flugvallana, það er Keflavíkur og Hvassahraun, skarist ekki. Það að byggja flugvöll er dýr framkvæmd og ljóst að kostnaður yrði á bilinu 40–50 milljarðar miðað við þær áætlanir og þyrfti ríkið að fjármagna stærstan hluta af þeim kostnaði fyrirfram. En svo vitum við öll hér inni að þarna getur skeikað nokkrum 20% þegar íslenska ríkið á í hlut. Þetta er stór ákvörðun og varðar alla landsmenn og eins og kemur fram í skýrslunni nauðsynlegt að hafa margt í huga en það er líka margt ógert til þess að sýna fram á með óyggjandi hætti að Hvassahraun henti sem viðeigandi flugvallastæði. Og ég held svo sannarlega vona að við rösum ekki ráð fram og við gefum okkur tíma og sýnum skynsemi og þolinmæði og leyfum þeim rannsóknum og athugunum að fara fram sem þurfa að fara fram áður en við ákveðum að loka Reykjavíkurflugvelli og byggja flugvöll í Hvassahrauni vegna þess að eins og kom fram í máli Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur borgarfulltrúa þá þyrfti sá flugvöllur að vera tilbúinn áður en að Reykjavíkurflugvelli yrði lokað og ég bara vona okkur beri gæði til að við sitjum ekki uppi með annað vanhugsað risaverkefni eins og til dæmis Landeyjahöfn. Takk. Það er borgarfulltrúi Greta Egilsdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri síðastur mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjór. Ég vil taka undir orð borgarfulltrúa sem mér hafa talað að þessi skýrsla er ágætis innlegg í flugvallamálið og næstu skref hans. Það er reifað hvað þurfa að hafa í huga varðandi hlutverk Reykjavíkurflugvallar sem öryggisflugvallar og sjúkraflugvallar og varaflugvallar eins og hér hefur ágætlega komið fram. Í stuttu máli þá eru ábendingar skýrsluhöfundar þess efnis að Hvassahraunflugvöllur geti tekið við þessum hlutverkum öllum en það sé að ýmsu að hyggja í því og þær ábendingar eru ágætar. Það er undirstrikað að það eru þetta fjara býsna hratt undan Reykjavíkurflugvelli sem varaflugvelli vegna þess að þoturnar er að verða stærri. Þetta er annað af stóru flugfélögunum íslensku skráir Reykjavíkurflugvöll aldrei eftir því sem ég kemst næst sem varaflugvöll WOW en Icelandair er ennþá nokkuð nema varandi stærri vélarnar. Þannig að svo ábending að þurfa að vera 2 flugvellir á suðvesturhorninu sem varaflugvellir fyrir sívaxandi flug er í raun ábendingum að þurfa að gera nýjan. Þann flugvöll þarf auðvitað að hugsa þannig að hann taki við þeim hlutverkum sem Reykjavíkurflugvöllur hefur í samgöngukerfinu og öryggiskerfinu
og rétt að hafa í huga að miðstöð sjúkraflugs nálægt Stokkhólmi á Arlanda og Oslo í Gardermoen sem eru álíka langt frá nánast eins og Keflavíkurflugvöllur, töluvert lengra frá sjúkrahúsunum heldur en Hvassahraunflugvöllur yrði. En það þarf líka að gera nýjan æfingakennslu á einkaflugvöll. Það hugsanlega sérverkefni. Það auðvitað búið að skrifa undir samninga milli ríkis og Reykjavíkurborgar að flýta því og ég veit til þess að það í undirbúningi af hálfu Isavia þó það sé ekki búið að botna það mál, en þetta býsna brýnt af því að það í raun þessi miklu og auknu umsvif flugsins í Keflavík að þrýsta út Keili sem einn stærsti flugskólinn og hefur verið að nota Keflavíkurflugvöll sem kennsluflugvöll, en það gengur ekki mikið lengur. Það auðvitað ekki á það bætandi heldur hér í borginni. Hér hafa nokkrir vísað í Rögnunefndarskýrsluna og sagt að þar hafi verið bent á að það væri að ýmsu að hyggja áður en ráðist væri framkvæmd við nýjan völl og það er alveg rétt. En ég held að almennt í umræðinu sé vanmetið hvað einkaaðilar hafa notað tímann vel á þeim tíma sem liðin þó að þær rannsóknir og athuganir hafa ekki öllu leyti verið gerðar opinberar. Það er líka stundum talað og það svona örlar á því í þessari skýrslu að verið alfarið verkefni opinberra aðila að fjármagna og byggja nýjan völl, en það þarf auðvitað alls ekki að vera. En það er stór umræða út af fyrir sig. Ég vildi svo bara nefna að þessi skýrsla ásamt Rögnunefndarskýrslunni verður notuð í nýjum hópi sem er viðræðunefnd sem hefur verið sett á fót af hálfu fráfarandi ríkisstjórnar og vonandi nær hún að skila einhverju bitastæðu. Þó að það er nú líklega ekki klárt fyrir í tíð næstu ríkisstjórnar. Varðandi þau orð sem hér voru látin falla að núverandi meirihluti hafi hafið lokun Reykjavíkurflugvallar, að þetta er ekki fyrsta skipti sem ég heyri þessu fleygt, en ef einhver hóf lokun Reykjavíkurflugvallar með lokun þriðjubrautarinnar þá var það væntanlega meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem tók þriðjubrautina út af aðalskipulagi með sérstakri breytingu árið 2007. Þá átti að setja samgöngumiðstöð á þriðjubrautina og fremstir í flokki í því verki voru eins og fólk þekkir þáverandi formaður skipulagsráðs Júlíus Vífill Ingvarsson og varaformaður skipulagsráðs Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þetta hefur verið mjög lengi í undirbúningi en það er eins og alveg rétt að þetta er í framkvæmd núna og það er að byggjast upp og mun byggjast upp býsna bratt við báða brautarendara. Það er borgarstjóri í loki máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvari borgarstjóra og það er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarstjóri kom ekkert inn á það að skýrsluhöfundur talar það að það sé ekki hægt að loka Reykjavíkurflugvelli fyrir en að sé búið að byggja annan flugvöll. Og það er eitt af þeim mikilvægu atriðum sem að nefnir í skýrslunni. Mér finnst dálítið einkennilegt að borgarstjóri felur sig alltaf á bakvið ákvarðanir einhvern tímann aftur í fortíðinni, lítur gjarnan í aftursinnispeilin þegar hann er að réttlæta gjörðir sínar eins og lokun neyðarbrautarinnar. Það hafa komið fram nýjar upplýsingar sem að benda til þess að það er mjög ábyrgðarlaust að loka þeirri braut. Við höfum enga samskonar braut hér á Suðvesturhorninu. Og ég held að borgarstjóri ætti að lesa skýrsluna eilítið betur. Það sem er beinlínis hnykkt á því að slík braut er nauðsynleg og það verði að opna slíka braut hér á Suðvesturhorninu. Hún er hérna suður í Vatnsmýri og við skulum bara opna hana á morgun. Ég hef flutt
sem sjálfstæðismaður í borgarstjórn og sem fulltrúi sjálfstæðismanna hér hef ég oftar en einu sinni bent á það að við þurfum að opna Neyðarbrautina. Síðast gerði ég það fyrir ári síðan. Bara svona til upprifjunar fyrir borgarstjóra. En hvað varðar þessa viðræðanefnd, þá kom það mörgum borgarbúum á óvart að borgarstjóri skyldi tilnefna sjálfan sig í þá nefnd. Það þótti nú ekkert sérstaklega vinsælt að borgarstjóri sæti beggja vegna borðsins í Rögnu-nefndinni. Það þótti það ekki. Og það afskaplega einkennilegt að borgarstjóri skuli alltaf velja sjálfan sig í allar nefndir sem að snúa að þessum flugvelli. Hvar var sú ákvörðun tekin og hvenar var hún tekin? Já, Marta Guðjónsdóttir lokið við að koma upp í andsvaraði borgarstjóra og borgarstjóri svarar andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn, fráfarandi samgönguráðherra Jón Gunnarsson óskaði sérstaklega eftir því að ég myndi taka sæti í hópnum. Og ég tók þá ákvörðun að þiggja það, enda viðræður að ræða og þess vegna eðlilegt að Reykjavík og borg eigi fulltrúa við borðið. Í öðru lagi að þá það alveg rétt hjá borgarfulltrúunum að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið býsna klofinn í þessu máli, þar að segja bara núna hinn síðustu ár. Og borgarfulltrúin fulltrúi þeirra sem að segist vera á móti þessu, en hins vegar eru allir þeir samningar sem að lokun Neyðarbrautarinnar svokölluðu eða þriðjubrautarinnar byggja á, þeir hafa allir verið samþykktir með atkvæðum Sjálfstæðisflokksins í borgarráði. Hver einn og einasti. Bæði samningurinn haustið 2013, samningurinn vorið 2013, gömlu samningarnir og oftar en ekki var reyndar verið að semja við samgönguráðherra Sjálfstæðisflokksins. Það hefur bæði verið samið við þáverandi ráðherra Hönnu Birnu Kristjánsdóttur og þáverandi ráðherra Sturlu Böðvarsson og það ýmsir borgarfulltrúar og sjálfstæðismanna sem hefur setið í borgarráði á þessu tíma og þeir eiga þess að allir sameiginlega að hafa samþykkt alla þessa samninga. Þannig að hér enn og aftur komin svona við sjálfstæðismenn ræða sem passar ekkert rosalega mikið við staðreyndirnar og söguna. Vegna þess að það ótrúlega margir sjálfstæðismenn sem hafa komið að þessari sögu, það að segja sögu samninga lokun þessara brautar. Og beinum ákvörðunum það, þó að það við reyndar líka sjálfstæðismenn komið að þeirri ákvörðun að láta á þessar samningar reyna fyrir Hæstarétti, en þeir töpuðu því líka. Hæstaréttur kvað endanlega úr þetta og brautinni hefur verið lokað. Af hverjum? Af sjálfstæðismennum í samgönguráðinu. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi kemur upp í andsvari öðru sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég hef heyrt þessa ræðu áður að Hæstiréttur hafi kveðið á Hæstiréttur kvað á að samningar skyldu standa. Hæstiréttur fjallaði ekkert það að við verðum tilnefndir til að loka Neyðarbrautinni. Við skulum bara halda því hér til haga og fara að tala við almenning að meiri virðingu og tala hreinskilnislega þessa hluti en ekki að reyna að fara í kringum hlutina eins og köttur í kringum heitan graut eins og borgarstjóri gerir gjarnan í þessu máli. Hvað varðar að samgönguráðherra hafi óskað eftir fulltrúa eftir því að Dagur B. Eggertsson tæki sæti í viðræðunefndinni, þá það rangt. Samgönguráðherra, ég spurði hann sjálf, sagði orðrétt við mig, leitt að þurfa að vitna í einhvern sem ekki hér til staðar, en ég ætla samt að gera það vegna þess að ég vil að sannleikanum sé haldið til haga í þessu máli. Samgönguráðherra óskaði eftir því að fulltrúi frá Reykjavíkurborg kæmi í þessa nefnd og mér finnst það ákaflega skrítið að við sem fjölskipa stjórnvald hérna að við fáum ekki að vita af því að þessi óska eftir fulltrúa frá Reykjavíkurborg í nefndina og að borgarstjóri skuli taka einhliða þessa ákvörðun. Ég ætla líka að minna borgarstjóra á það af því að við erum svo mikið að tala lýðræði og það er svo mikið að tala lýðræðislegar ákvarðanir og samráð við íbúa að hann hefur gert lítið úr því
í öllu þessu máli. Hér voru 70.000 einstaklingar sem óskuðu eftir því að flugvöllurinn yrði áfram í Vatnsmýrinni. Því var sópað undir teppi. Ég held að hann ætti kannski að fara að rifja svolítið betur upp málið og hann ætti líka að fara að rifja það upp að það hafa komið fjölmargar nýjar upplýsingar í þessu máli sem nauðsynlegt að menn endurskoði afstöðu sína. Og það höfum við sjálfstæðismenn gert og það hafa þeir sjálfstæðismenn gert sem voru kannski áður á móti flugvellinum og þeir hafa sýnt manndóm til þess að gera það. Já, hefur Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara, veita andsvar öðru sinni og andsvörum og borgarstjóri svarar andsvari öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þarf bara að taka það upp við samgönguráðherra vegna þess að þetta eru nýja fréttir fyrir mér því að svona kom beiðnin inn á mitt borð en ég held að það skipti engu máli út af fyrir sig. Stöðum á borgarstjóra það að ef það er óskað eftir tilnefningu frá borginni þá get ég tilnefnt og ég held að það sé bara fínt þó ekki sé nema í einu máli í íslenskri pólitík að það sé ákveðin samfella og það sé ekki eilíf skipti á fólki þannig að sagan glatist og þráðurinn slitni að við kannski nýtum bara færið þessum viðræðum upp á klárum þetta mál og reynum að ráða þetta til lykta farsælega þannig að sátt takist það og kannski bara eitt skipti fyrir öll og það var nú nokkuð tíðindi en ég vona allavega að það hafi verið full alvara baki því að skipa þennan hóp og efna til þessara viðræðna. Það var meðal annars að okkar beiðni borgarinnar því að við höfum skrifað í kjölfar niðurstöðu rögnefndar og óska eftir viðræðum. Þannig að það var ekki óeðlilegt að við kemum beint að þeim, að sjálfsögðu ekki. En það auðvitað veltur á bara ýmsu, til dæmis hver næsta ríkisstjórn verður og hversu praktísk hún verður í þessu máli, hversu lausnamiðuð, hvort að við náum að klára þetta í sameiginlegri sátt. Við teljum okkur eins og að vita það að ef að Hvassahraun reynist raunhæfur kostur, að þá geti skapast það breið sátt. Ástæðan fyrir því er svo að flugrekstraraðilar og landsbyggðin og Landspítalinn og háskólarnir og ýmsir fleiri skipuðu fulltrúa inn í samráðshóp sem var að störfum á meðan rögnunefndin var að fjalla um þessi mál og þetta var tónninn í þeim samráðshóp. Það getur náð sátt Hvassahraun ef það gengur upp hlutteknilega. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og Marta Guðjónsdóttir ætlar að gera stutta athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar, svona bara rétt í lokin þá væri fróðlegt að vita frá borgarstjóra, fá svona upplýsingar af því að hann satt nú í þessari rögnunefnd, hvort að hann hafi lesið niðurstöðu rögnunefndarinnar, hvað varðar það að rekstrar öryggi Reykjavíkurflugvallar verði tryggt á meðan annar kostur er ekki til staðar og meðan ekki búið að byggja annan flugvöll. Samkvæmt þeirri niðurstöðu þá hefði ekki átt að loka Neyðarbrautinni. Það er alveg ljóst. Og þá hefðum við ekki átt að vera með á prjónunum tiltekna dagsetningu árið 2024 að loka Reykjavíkurflugvelli. Það er gjörsamlega óábyrgt. Menn verða bara að fara að vakna til lífsins og horfast í augu við það. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið við að gera stutta athugasemd, borgarstjóri gerir einnig stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef ekki bara lesið, heldur komaði að skrifa þessa niðurstöðu og stend við hana. Forsenda hennar var að aðilar rögnunefndarinnar færi í það af alvöru að þróa nýjan völl og þessa opnun hef ég á það að tryggja rekstrargrundvöll Reykjavíkurflugvallar og meðan verðum að vinna að því hef ég minnt á bæði í bréfum til ráðuneytisins og á opinberum vettvangi nokkur sinnum síðar. Það hefur hins vegar ekki fyrr en bara núna nýlega fengist þessi alvara í málið af ríkisins hálfu og ég út af fyrir sig bara fagna því og vona að svo alvara verði
til þess að við náum einhverju farsælli niðurstöðu fyrir alla í þeirra vinnu sem framöndan er. Þú kemst ekki upp. Já, þá er andsvörum og athugasemdum lokið. Næst tekur til máls Greta Egilsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjóri og kæri borgarstjórn, ég ætla nú ekki að hafa þetta langt, en mér langar til þess að fagna því sem að Dagur borgarstjóri kemur fram með hér að hann hafi ítrekað það að það þyrfti að tryggja rekstur Reykjavíkurflugvallar þangað til að það væri búið að taka ákvörðun það að byggja nýja flugvöll, eða það væri komin nýr flugvöllur. Það eiginlega það sem að máli snýst Við getum ekki loka Reykjavíkurflugvelli 2024 ef að það ekki komin nýr flugvöllur sem opinn og starfhæfur. Það það sem máli snýst og ég vona svo sannarlega að borgarstjórn muni þá þegar þessar athuganir og áætlanir og þessar rannsóknir fara í gang og að það verði tekið mark á niðurstöðunum. Út af því ég veit að það er mjög beðið með mikillega eftirvæntingu eftir landinu í Vatnsmýrinni, en ég vona þá að niðurstöðum verði sýnd full alvara og ef að þetta reynist ekki raunhæfur að þá verði tekið til þess. Takk. Greta Egilsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvert sér hljóðsundi þessum lið og telst umræðum hann lokið. Þá göngum við til 9. Fallegt, flugvöllur burt. Þá göngum við til 9. liðar á dagskrá sem umræðan kostnaðarskiptingu vegna borgarlínu og það að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og málshefjandi þar Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar. Við setjum þetta mál nú hér á dagskrá í ljósi þess að framkomu upplýsingar daginn inn í umhverfis- og skipulagsráði að líklegt væri að kostnaður vegna borgarlínu, þess hönnunar og greiningafasa sem nú á sér stað á þessu ári, sé að fara talsvert fram úr áætlun og sé ekki lengur 20 milljónir heldur 40 og svona bara gefnu tilefni bæði vegna þess fjármagn sem þetta talsvert en líka bara svona framtíðarhugsunar þá vildum við kalla eftir umræðum og þær þurfa ekki að vera langar en það umræðan okkar hálfu ekkert flókin. Hún eiginlega bara að spyrja ykkur sem að hér sitja og hafa aðild, miklu meiri aðild að samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu heldur en við í minnihlutanum og ég spyr og við höfum svo sem lagt fram fyrirspurnir þetta í umhverfis- og skipulagsráði en höfum ekki fengið nein svör. Og mér langt þá að heyra bara þá fyrst að borgarstjóri nánast eini borgarfulltrúi borgarstjóri og forsetinn nánast eini borgarfulltrúar meirihlutar í salnum að svo stöddu þá langar mig að spyrja bara hvort að þetta hafi eitthvað verið rætt og þá á hvaða forsendum og hvort að menn séu eitthvað búnir að kynna sér hvernig þetta gert annar staðar eða hver samningsmarkmið okkar Reykvíkinga eiga að vera í þessum kostnaðarsamningum. Maður sér nú svo sem að kannski næstu skref eru skipulagsatriði sem hvert sveitarfélag á auðvitað við sjálft sig og ég ímynda mér það bara að þú ert það að taka frá landsvæði undir almenningssamgöngur séu þetta eitthvað sem að bara hvers sveitarfélag ber fyrir sig
En samt, það ekki alveg kannski sjálfgefið, það fer auðvitað eftir því hvernig þetta liggur og önnur fyrirspurn sem við sjálfstæðismenn höfum lagt fram í umhverfis- og skipulagsráði en ekki fengið svar við hvort að til dæmis lega borgarlínunar muni einhvers staðar hafa þau áhrif að það fari yfir land eða eignir einkaaðila eða annara en bara sveitarfélagið á sjálft og hvernig með það verði unnið. Þetta höfum við ekkert fengið en svona af því að okkur finnst heldur ekki sjálfgefið og alls ekki að það eigi að skipta kostnaðinum eftir höfðatölu eins og gert nánast með allan kostnaðinn í SSH. Það ekki rétt hjá mér? Þið leiðréttið mig ef svo ekki. Það margt annars sem þarf að skoða, til dæmis, ég meina, erum við að tala fjölda stöppustöðva eða erum við að tala að einhvern veginn að reyna að mæla hvert straumurinn fer? Hvar þyngsti straumurinn í borgarlínunni og erum við að taka meira landsvæði inn í Reykjavík svo að fólk úr öðrum sveitarfélögum geti ferðast í gegnum Reykjavík og eitthvað þannig. Nú spyr ég bara, eitthvað farið að ræða samningsmarkmið Reykjavíkur vegna kostnaðar, hugsanlegs kostnaðar borgarlínu skulum við segja, því að verkefnið ekkert komið lengra, heldur en að vera bara eins konar greiningavinna. Það hafa auðvitað engar aðrar ákvarðanir verið teknar það. En ég sem sagt spyr og vona að við fáum einhver svör. Það Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsti tekur til máls borgarstjóri. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja því að þakka fyrir þessa umræðu, þessar spurningar. Fjármögnun borgarlínu og almenningssamgangna sannarlega eitt af verkefnum sem að hugað hefur verið við undirbúning borgarlínu. Það langbest til að glöggva sig á undirbúningnum og því hvað hefur verið skoðað í þessu að skoða heimasíðu ssh.is undir borgarlínu, útgefið efni og síðan skýrslur býsna mikið af gögnum sem að liggja fyrir í málinu. Það eins og kunnugt ekki búið að botna kostnaðar hlutdeild ríkisins varðandi borgarlínu og heldur ekki hvaða leiðir ríkinu hugnast í eða svona heimildir sem hægt að veita sveitarfélögum til þess að fjármagna sinn hluta. Þá hefur til dæmis verið talað svokallað virðisföngun. En þetta fjallað í sérstakri skýrslu sem heitir Fjármögnun almenningssamgangna, áfangaskýrsla 1 og þar nákvæmlega verið að svara spurningunni sem hér var kallað eftir, hvaða erlend dæmi hafa verið skoðuð. Ég held í muni að rétt, ég taldi það einhvern tímann saman að það þarna tilteknar 22 mismunandi leiðir sem hafa verið farnar á Vesturlöndum til þess að fjármagna svona stórar innviðafjárfestingar í almenningssamgöngum. Það ekki búið að botna hvaða leiðir verða farnar hér en það þó vitað að tilkoma borgarlínu eykur virði fasteigna kringum hana í nærumhverfi hennar, sérstaklega þar sem að eru stöðvar og þess vegna hefur víða verið farin svo leið á allir nokkrum stöðum að hluti þessa virðisauka, þessa aukna virðis fasteignanna notað til þess að fjármagna þannig með flýta þessari innviðauppbyggingu. Og þetta þessar virðisföngunarleiðir sem við höfum verið að tala og í raun að nota verðmæti sem annars verði ekki til þess að fjármagna það sem að leiðir til þessar auknu verðmæta. Ég vona að þið skiljið þetta hljómar eins og hringröksemd en nokkuð snjallt. Já, þetta eins og að vera með, til dæmis, ef við búum til svona eitthvað mjög abstrakt dæmi, vera með ótrúlega fallegan útsýnistað sem enginn kemst upp á nema fuglinn fljúgandi og selja inn á hann til þess að borga stigann
sem leiðir til þess að allir geta séð hann. Og það kannski einhverju tilbúin að borga 500 kall fyrir að sjá þetta útsýni og þar með ertu búin að borga stegan með verðmætum sem annars voru ekki til, þar að segja að geta séð þetta falla útsýni. Það eru nokkuð ítarlega rannsóknir sem að meðal annars hafa verið dregnar saman í Danmörku, í Copenhagen Business School hvaða áhrif borgarlína hefur á fasteignaverð og verð á landi sem hægt að styðjast við í þessu. En ef við tækjum til dæmis dönsku fyrirmyndina þá er verið að gera svona hraðvagnakerfi í Álaborg núna og fyrstu leiðirnir að byrja að gera þar og það er verið að gera léttlestarkerfi í Árósum, svolítið misstórar borgir. Árós er töluvert stærri en Reykjavík og höfuðborgarsvæðið, Álaborg svolítið svipað. Í báðum tilvikum að þá greiddi danska ríki 50% á móti sveitarfélögunum og svæðinu. Þannig að það er kannski ágætis viðmiðun. Ég held svona til að hafa bak við eyrað, en ég held að það þurfi jafnframt að koma til einhvers konar lagaheimildir til þess að leggja á innviðagjöld til þess að fjármagna hlut sveitarfélagana. En þetta er ekki búið að botna og reitt af því sem verður unnið áfram að í vetur. En til að gera langa sögu stutta þá mæli ég eindregið með þessari samantekt alþjóðleg fordæmi á heimasíðu borgarlínunar, borgarlína.is eða ssh.is. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því og komið upp í andsvör við ræðu borgarstjóra og það er Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúar, ég þakka kærlega fyrir þetta. Er það þá rétt, eða er það þá, að ég heyrði ekki að það væri ávarpað að það væri neitt, það væri þá ekki verið að horfa neitt til einhvers konar skiptingar og kostnaðar milli sveitarfélaga. Það væri bara hver ber kostnaðinn sem verður innan síns sveitarfélags fyrir utan það sem ríki kemur af. Þú veist að því að ég taldi jafnvel að þið skilur ríki kemur með eitthvað hluta en svo þið hort á kostnað við lagningu og jafnvel uppbyggingu biðstöðvanna og hvernig farartæki sem verða valin, að það myndi á einhvern nátt skiptast með öðrum hætti en höfðatölum milli sveitarfélaga. Skilurðu hvað ég fara? Þú veist, er það ekkert í umræðinu? Er verið að tala bara að sveitarfélögin fái tekjur vegna bara aukins byggingamagns eða geta selt meiri af byggingamagni á þessum byggingarreitum sem verða til og það eins og þú segir með innviðagjöldunum muni geta fjármagna þetta. Er aldrei verið að tala sameiginlega kostnað sveitarfélagana sem þarf að skipta með einhverjum hætti? Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir lokið við að gera andsvar við ræðu borgarstjóra og borgarstjóri svara andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta hefur verið rætt en ekki ítarlega og það er ekki búið að komast að neinni niðurstöðu þetta, enda hygg ég að skipti nú svolítið máli, til dæmis hvort að verði heimild fyrir innviðagjöldum og hvaða leiðir eru farnar varðandi þessa fjármögnun, hvernig þetta leggst og það getur haft sett áhrif á afstöðun eða ákvarðanir þá kostnaðarskiptingu á öðru leyti. Það er alveg rétt að svona kannski almenna reglan sú til dæmis varðandi kostnað við slökkvilið að þá er farið eftir höfðatölu en ef við tökum strætó bara sem dæmi að þá er það aðeins flóknara. Það er sem sameiginlegur kostnaður af stofnliðunum en síðan geta sveitarfélögin sjálf ákveða að keyra meira eða minna innan sína sveitarfélag og borga þá alltaf 90% við þann akstur. Þannig að spurningin á að fara svona stofnleiða
leið varðandi borgarlínuna eða einhverja aðra leið, þá eftir að ræða það og ákveða. Borgarstjóri lokið við að svara andsvari og andsvar veitir öðru sinni Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúar, ég ætla nú bara að þakka fyrir svörin. Minnst á að geta komið fram, sko, að þetta ekki komið lengra. Og er það bara ekki rétt skilja mér að það muni sér sagt að því að nú það er gert ráð fyrir þetta ár farið innan hönnunar og greiningafasa en þá hlýtur það að vera í raun og veru fyrsta verkefni næsta árs að fara að skoða auðvitað hvað kemur út úr því, ég meina hvað við erum að fara að velja ef við erum að fara í verkefni þar að segja og hvaða sveitarfélög ætla þá að vera með og svo held ég sér rétt hjá mér, það er ekki gert ráð fyrir neinum fjármagni í borgarlínu frá ríkinu næstu árin, allavega ekki samkvæmt fjármálaáætlun. Þannig að væntanlega erum við erum ekki að fara að eygja í raun og veru borgarlínu fyrir en eftir að minnstakosti 5, 6, 7 ár. Þú veist, hvernig eru þið að meta þetta? Ég er að sjá þetta einhvern veginn svona að við erum að tala um einhver 10 ár fram í tíman. Þangað til búum við bara við strætó og höldum áfram þeirri stefnu að vera svona byggja upp þá sér akreinar. En við erum basically og auðvitað ef að samþykkt verður að fara í að breyta skipulagi til þess að auka byggingamagn á þessu þéttingarreitum. Er þetta þá svona sirka staðan? Þá er Áslaug María Friðriksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvari svara öðru sinni borgarstjóri. Forseti borgarstjórn, nei aldeilis ekki og ekkert í máli mínu teiknaði þessa tímalínu. Við erum, málið er komið í formlegan farveg þar að segja að það er búið að stofna hóp sem í eiga sæti fulltrúar SSH, samgönguráðuneytisins og Vegagerðarinnar. Sá hópur á skilum áramótin, þannig að það þarf ekki að bíða handan áramóta að ræða þessa hluti. Varðandi fjármálaáætlunina, þá er hún fjármálaáætlun fallinna ríkisstjórnar og lög um opinber fjármál gerir ráð fyrir því að það sé fyrsta verk nýrrar ríkisstjórnar að setja sér fjármálaáætlun fyrir allt kjörtímabilið. Fráfarandi ríkisstjórn var hins vegar með það inn í sinni samstarfsyfirlýsingu að skoða borgarlínuna og þessi hópur sem er að störfum var meðal annars skipaður með vísan til þess þannig að ég hafði nú skilið þannig að það veri alls ekki útilokað að fráfarandi ríkisstjórn myndi setja stefnuna á borgarlínu miklu fyrr heldur en borgarfulltrúin er að gefa sér og ég vona að það muni sannarlega eiga við næstu ríkisstjórn líka vegna þess að ef við horfum á umferðina á höfuðborgarsvæðinu þá er borgarlínan sú aðgerð og sú fjárfesting sem er ódýrust og best fyrir umferðina samanborið við aðra fjárfestingarkosti sem verður á minnsta gatnamót og fleiri akreinar og þess vegna erum að skoða þetta vegna þess að sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu eru sammála það að þetta er best fyrir umferðina, best fyrir umhverfið og best fyrir fjárhaginn líka. Þetta er ódýrara heldur en aðra lausnir og betra heldur en aðra lausnir til þess að sporna gegn tafatíma í umferðinni og að fólk og bílar komist leiðar sinni. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvar öðru sinni og stutta athugasemd gera Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjóri, náði ég því alveg þá rétt að það mun liggja fyrir áramót hvaða fjármögnunarleið verður horft til. Varst að segja það? Ég misti kannski að því. Þannig að þú varst að tala um að það væri búið að stofna hóp og hann myndi skilum áramóti, var það rétt? Ég held ég þurfi ekki að spyrja annað, mér finnst bara svona ástæða til þess að hér séu allir í þessum sal alveg sama þó að sé samtök sveitarfélag höfuðborgarsvæðinu að sinna einhverju vinnu að við ræðum þetta öðru hvoru hver staða verkefnisins er, hvaða
með hvaða markmiðum verið er að ganga til viðræðna ýmis mál og að allir í borgarstjórn fá að taka þátt í þeirri umræðu. Þannig ég held kannski að það að setja þetta hér á dagskrá sé bara kalla eftir því að máli verði ávarpa oftar hér. Sérstaklega þeim sem fara fyrir vinnunni fyrir okkar hönd. Já, ég ætla að biðja borgarfulltrúa að ávarpa aðra borgarfulltrúa með fullu nafni og titli og þá það borgarstjóra sem að gera stutt athugasemdir einnig. Forseti, ágæta borgarstjórn, var þetta hópinn sem var núna starfar, já, þá var stefnt að því að hann myndi skila af sér áramót og tillögur hans fari inn í nýja langtímaáætlun fyrrverandi eða núverandi starfsstjórnarráðherra samgöngumála. Þessi tímaáætlun getur auðvitað riðlast vegna þess að nú allt í uppnámi í landsmálunum. Það engin alvöru ríkisstjórn og Alþingi einhvers konar lausagangi og það verður kosið líklegast í lok október. Þannig að tímaáætlunin getur sannarlega komið til endurskoðunar en ég held að við höfum að halda dampið þessari vinnu og stilla upp þeim fjárfestingarkostum sem að þetta samfélag hefur gagnvart höfuðborgarsvæðinu og stilla upp einhverjum tillögum af leiðum. Þetta veltur auðvitað á vilja ríkisins og mig grunar að embættismenn þar eigi svolítið erfitt með að segja af eða á meðan það engin alvöru fungerandi ráðherra í viðkomandi ráðuneyti og engin ríkisstjórn og engin meirihluti á Alþingi til þess að ráðherra sér við. Þá andsvörum og stuttum athugasemdum lokið og einnig þessi lið þar sem ekki hafa fleiri borgarfulltrúa hvætt hljóðs. Þá göngum við til 10. liðar á dagskrá sem fundagerðir borgarráðs frá 7. september. Það eru 3 atriði sem við þurfum að samþykkja. Þegar borgarfulltrúum að koma inn í salinn. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Já, þetta eru fundagerðir, þetta fundagerð borgarráðs frá 7. september. Undir þeim lið eru 3 liðir sem við þurfum að samþykkja. Annars vegar það 27. liður, hins vegar 28. og í 3. lið 29. Þannig að ég ber upp til samþykktar 27. lið. Fyrirgefðu. Undir þessum lið. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir því að taka til máls. Undir 10. lið útsendrar dagskrár. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að gera hér að undansetni 29. lið fundargerðar borgarráðs frá 14. september. Og þar fjallað málefni knattspyrnufélagsins Víkings og þarna í borgarráði var samþykkt tillaga, samhljóð í borgarráði að samþykkt að tekna verði formlega viðræði við Víking aðstöðumál félagsins, lóðamörk uppbyggingu og viðhaldsmál í Víkingi, aðstöðumál og stærð þjónustusvæðis félagsins til framtíðar. Og það lengri texti sem felur það sem segir til hvað viðræðurnar fela í sér og ég vil nú bara segja að fyrir hönd Sjálfstæðismanna það var sjálfsagt að samþykkja þessa tillögu. Reyndar leit ég svo á að það væru viðræður í gangi milli borgarinnar og Víkings. Við höfum svona fylgst með því í borgarráði og ég taldi að fulltrúar borgarinnar væru að ættu viðræðum við félagi og ég taldi að þær væru nú formlegar en kannski voru ekki nógu formlegar þannig að við bara samþykktum það og vil þó bara segja hér að við töldum að það væri þennan samtal á milli og eiginlega viðræður árum saman. Þannig að en meirihlutinn taldi og borgarstjóri taldi rétt að formgerð þar með þessum hætti og við getum alveg tekið þátt í því og gerum það þá í trausti þess að þetta mál skili loksins niðurstöðu og ekki seinna vænna því að ég held að sé núna 9 ár liðin síðan að borgarráð samþykkti samhljóða
ákveðið fyrirheit til félagsins en það hefur ekki ennþá verið efnt og við hefum fjallað við borgarstjórn áður til þetta bara gera það umtalsefni til mjög mikilvægt en að þetta mál nái fram að ganga. En við ætlum að leggja afstæða okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kemur bara vel fram í bókun sem við lögum fram fundi borgarráðs og ég ætla að lesa upp og við leggjum fram hér líka. Hún er svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins samþykkja að borgarráð taki upp formlegar viðræður við knattspyrnufélagið Víking aðstöðumál félagsins og fleira í trausti þess að farið verði slíkar viðræður af alvöru af hálfu borgarinnar og að það skili fljótlega niðurstöðum svo hægt sé að láta verkin tala. Enn einu sinni skal minnt á fyrirheit Reykjavíkurborgar stækkun athafnasvæðis Víkings í samræmi við samþykkt borgarráðs 10. júlí 2008. Umrætt fyrirheit var samþykkt samhljóða í borgarráði á sínu tíma og síðan hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarráði, borgarstjórn og íþrótta- og tómstundaráði margoft minnt á tilvist þess og hvað eftir annað flutt tillögur að það verði efnt með formlegum hætti. Hingað til hafa borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartra framtíðar, Pírata og Vinstri grænna ekki vilja samþykkja slíkar tillögur og þannig komið sér undan því að efna áðurnefnda samþykkt borgarráðs frá árinu 2008 með ómerkilegum undanbrögðum. Vonandi að þær viðræður sem nú lagt til að verið farið í séu ekki enn eitt bragð Samfylkingarinnar og samstarfsflokka hennar til að tefja löngu tímabærar úrbætur í aðstöðumálum Víkings. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja mikla áherslu á að þessar viðræður skili skjótum og góðum niðurstöðum og að á grundvelli þeirra verði Víkingi gert kleift að efla enn frekar starf sitt í þágu íþrótta- og æskulýðsmála í smáíbúða, bústaða og Fossvogshverfum. Já, þá hefur Kjartan Magnússon lokið máli sín, borgarfulltrúi lokið máli sín og ég ætla að biðja borgarfulltrúum að senda alla bókanir til okkar Þórhildar. Þá tökum við fyrir atkvæðagreiðslu undir 10. lið, fundargerð borgarráðs frá 7. september. Það er 27. liður til samþykktar sem er verkefnisstjórn miðborgarmála og þau ykkar sem að samþykki það gefur merki. 27. liður undir fundargerð borgarráðs frá 7. september. Já, verkefnisstjórn miðborgarmála. Þau ykkar sem að samþykki það gefur merki, það telst samþykkt samhljóða. Já, þá er það 28. liður sem eru viðauka við fjárhagsáætlun þeir borgarfulltrúar sem að samþykja þann lið gefur merki. Einhverju á móti. Það er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 jásettum. Það er 29. liður sem eru breytingar og fjárfestinga áætlun A-hluta og þau ykkar sem að samþykja það gefur merki. Einhverju á móti. Samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá göngum við til 11. liður á dagskrá. Þar undir eru fundargerð forsætisnefndar frá 15. september, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 8. september, fundargerð mannréttindaráðs frá 12. september, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 11. september, fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá 23. ágúst og 13. september, fundargerð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 4. september og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. og 13. september. Þá er ekki fleira á dagskrá nema upplestur bókana og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi ætlar að gera grein fyrir bókunum Framsóknar og flugvallarina. Forseti borgarfulltrúar, þetta er bókun undir liðnum flugvöllin. Reykjavíkurflugvöllur gegnir mikilvægu öryggishlutverki og ljóst að þær athuganir og áætlanir varðandi byggingu flugvallar í Hvassahrauni eru ófullkomnar og byggjast á frumgreiningu á mörgum þáttum. Ýmsar rannsóknir þarf að gera áður en ákvörðun er tekin og ef það yrði niðurstaðan að byggja flugvöll í Hvassahrauni væri ekki hægt að loka Reykjavíkurflugvelli fyrr en búið væri að byggja annan flugvöll. Úttekt þarf að gera á veðurfari bæði á jörðunni og í lofti á að minnsta kosti 5 ára tímabil en samanburður á veðurfari Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar er grundvallaratriði. Gera þarf mælingar í mismunandi flughæðum, til dæmis varðandi vindafar og ókir sem skiptir máli fyrir flugvélar í aðflugi og fráflugi. Skoða þarf hugsanlega flugbrautarstefnur með tillit til langtíma upplýsinga um vindafar, gera þarf umfangsmikla jarðvegsrannsóknir til þess að kanna undirstöðu flugbrauta og annarra mannvirkja til að áætla
kostnað við framkvæmdina. Mörg atriði varðandi umhverfisvernd eru óviss og ljóst að umhverfismat getur verið flókið og tímafrekt. Má þar nefna vatnsverndarmál og náttúruvá með tilliti til gosvirkni og hættu á sprungumyndun. Það hljóta viðræður við sveitarfélögin Vog og Hafnarfjörð að vera forsendur þess að hefja umfangsmiklar og kostnaðarsamar undirbúningsrannsóknir og þróunarvinnu. Því er óábyrgt að taka ákvörðun um lokun Reykjavíkurflugvallar 2024. Guðfinna Jóna Guðmundsdóttir lokið við að gera grein fyrir bókunum Framsóknar og flugvallavinna eða The Progressive Party and Friends of the Airport. Þá er það Kjartan Magnússon borgarfulltrúi sem ætlar að gera grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokksins. Eða hluta af þeim. Já, ok. Sá armur. Sá armurinn. Já. Já, fórstu góði borgarfulltrúar, ég kynnti áðan bókun okkar borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks sem varðandi Víking og hér er bókun varðandi fyrstali fundarins aðalstætti 10 sem hljóðar svo: ekki hafa komið fram nægilega rök fyrir því að Reykjavíkurborg leysi til sín húseignirnar að aðalstræti 10 og setji þar upp sýningu fyrir að minnsta kosti 450 milljónir króna samtals. Forsendur verkefnisins er að mörgu leyti óljósar sem og kostnaðaráætlun. Æskilegt er að ítarlegri kostnaðaráætlun verði unnin fyrir verkefnið áður en bindandi afstaða verður tekin til þess. Þá skýtur skökku við að slík sýning skuli vera skipulögð áður en niðurstöður fornleifarannsóknar á Landsímarit liggja fyrir. Svo virðist en borgarstjórnarmeirihlutinn ráðist nú í kaup á þessum húsum í miklum flýti til þess að draga athyglina frá óviðunandi vinnubrögðum sínum viðvíkjandi málefnum Víkurkirkjugarðs. Svo er það bókun varðandi liðinum fjölgun borgarfulltrúa sem hljóðar svo: sem fyrirleggjast borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gegn því að borgarfulltrúum í Reykjavík verði fjölgað 53% við næstu borgarstjórnarkosningar eða ár 15-23. Tillaga Sjálfstæðisflokksins felur í sér að Alþingi breyti lagaákvæði í sveitarstjórnarlögum þannig að borgarstjórn hafi sjálf dæmi hvort borgarfulltrúum verði fjölgað eða ekki. Með því að vísa tillögunni frá en samþykkja leið tillögu fjölgun borgarfulltrúa í 23 hafa borgarfulltrúar Samfylkingar, Vinstri grænna, Pírata, Vinstri grænna og Framsóknar og flugvallavinna tekið skýra afstöðu með fjölgun borgarfulltrúa. Þar sem er að ræða útþenslu kerfisins þarf það ekki að koma óvart að vinstriflokkarnir líti til fjölgunar borgarfulltrúum við sérstakri velþóknun. Þeir telja slíka fjölgun og kostnaðaraukningu í yfirstjórn vera af hinu góða á sama tíma og ekki tekst að manna stöður lögbundinnar grunnþjónustu í þágu barna og unglinga. Já. Þá segir bara Crimea River. Nei. Þá er Kjartan Magnússon lokið við að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins eða hluta af henni og þá er Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. Já, þá er það sem sagt bókun varðandi flugvöllinn. Ýmsar hugmyndir hafa komið upp í gegnum tíðinni nýja staðsetningu fyrir innanlandsflugið en í ljós hefur komið eftir miklar athuganir að þær hafa ekki verið raunhæfar. Rögnunefndin komst svo að þeirri niðurstöðu að Hvassahrauni væri álitlegur þróunarkostur fyrir nýjan flugvöll og að flugvallarskilyrði þar yrðu könnuð með nauðsynlegum rannsóknum. Langt er í landa þeirri vinnu ljúki og ekki hefur verið sannað að þessi staður uppfylli þær kröfur sem gera verður til arftaka Reykjavíkurflugvallar varðandi flugskilyrði. Það vill stundum gleymast að einnig kom fram í niðurstöðu Rögnunefndar að tryggja verður rekstur Reykjavíkurflugvallar á meðan nýjum flugvelli til að taka við hlutverki hans hefur ekki verið fundinn staður og hann byggður. Eitt mikilvægast atriði sem framkemur í skýrslu öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar er að flugvellinn við Vatnsmýrinni verði ekki lokað fyrir nýr flugvöllur til að taka við hlutverki hans tilbúin til notkunar. Með allar þessar staðreyndir í huga hlýtur borgarstjóri að ganga til viðræðna við samgönguráðuneytið að tryggja að flugöryggi sé ekki skert. Síðan er það sundlaugar, er það ekki? Á fundi ITR 7. september síðastliðinn var samþykkt tillaga lengri opnunartíma í vetur í Vesturbæjarsundlaug og Breiðholtslaug. Með þeirri samþykkt verður lengri opnunartími í 4 sundlaugum því auk fyrrnefndra lauga er auk þess opið lengur í Laugardalslaug og Sundhöllinni. Ekki gæti jafnræðis milli hverfa hvað þjónustu varðar því ekki stendur til að hafa opið lengur á Kjalarnesi, í Grafarvoginum og Árbænum sem þó eru stór og fjölmenn barnahverfi. Sundlaugarnar í þessum hverfum loka klukkan 20 á föstudögum og klukkan 18 helgar
þegar hins vegar verður opið til klukkan 22 þessa daga í öðrum lögum borgarinnar. Til að tryggja íbúar borgarinnar njóti sambærilegrar þjónustu og þeim ekki mismunað eftir því hvar þeir búa nauðsynlegt að afgreiðslutíminn verði samræmdur og haft verði jafn lengi opið í öllum hverfislögunum. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að gera grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokksins og þá það bara Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi sem að gera grein fyrir bókunum, ekki bara ekkert bara þar, grein fyrir bókunum meirihlutans. Fröken forseti og borgarfulltrúar. Bókun við lið 1, kaup á Aðalstræti 10 og sýningu sögu Reykjavíkur. Hljóðar svona. 100 ára afmæli fullveldis Íslands á næsta ári og nýlegir fornleifa uppgreftir í hjarta borgarinnar sem hafa dýpkað og breytt sýn í upphafi byggðar í Reykjavík gefa tilefni til að setja á fót safn upphaf, sögu og þróun Reykjavíkur frá landnámi til okkar dags. Með því að tengja saman landnámssýninguna í Aðalstræti við samtengdan kjallara úr viðbyggingu Aðalstrætis 10 verður mögulegt að skapa í hjarta borgarinnar einstaka sögusýningu. Þessi nýja sýning mun verða nýr vettvangur til að miðla sögu og minjum sem nýlega hafa komið í ljós í miðborginni, svo sem á Alþingisreit og við Lækjargötu. Leið mun Reykjavíkurborg eignast eitt elsta hús Reykjavíkur. Þá það bókun við lið 5, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks áskorun til Alþingis endurskoðun á fjölda borgarfulltrúa. Hún hljóðar svo. Tillaga lágmarksfjölda borgarfulltrúa byggist á 11. grein sveitarstjórnarlaga frá árinu 2011. Þar segir að í sveitarstjórnarlögum í sveitarfélögum með fleiri en 100.000 íbúa skuli fjöldi fulltrúa vera á bilinu 23 til 31 og tekur þetta gildi á kjörtímabilinu sem hefst árið 2018. Borgarstjórn getur ekki skorast undan því að ákveða fjölda borgarfulltrúa innan þess lagaramma fyrir næsta kjörtímabil og það ekki seinna vænna. Nú í sumar lá fyrir að samþykkja að borgarfulltrúar yrðu 23. Því var frestað í ljósi þess að ráðherra sveitarstjórnarmála hafði boðað enn eitt frumvarp breytingu á þessum lögum þar sem lögbundnu lágmarki yrði breytt í 15 fulltrúa. Í ljósi breyttra aðstæðna við stjórn landsins liggur hins vegar nú þegar algjörlega fyrir að frumvarpið mun ekki ná fram að ganga. Stjórnarsleit, starfsstjórn og pólitísk upplausn hafa því sjálfkrafa bundið enda á þessar vangaveltur. Reykjavíkurborg sem fjölskipar lýðræðislegt stjórnvald getur ekki látið upplausnar ástand í landsmálum ráða því hvort borgin ákveði að fara lögum eða ekki. Hvað sem mismunandi sjónarmiðum innan borgarstjórnar líður. Rétt að taka fram að fyrir liggur tillaga að fjölgun borgarfulltrúa muni fela í sér að föst laun varaborgarfulltrúa og annarra kjörinna fulltrúa í nefndum og ráðum falli niður og myndi svo útfærsla leiða til þess að heildarútgjöld borgarinnar lækki 28 milljónir króna þrátt fyrir fjölgun borgarfulltrúa. Þá það 7. og 7. liður skýrslu og hlutverk Reykjavíkurflugvallar og öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar. Fulltrúar meirihlutans í borgarstjórn fagna því að ráðherra samgöngumála hafi tekið af skarið með það að markmiði að ná sáttum í málum Reykjavíkurflugvallar með hliðsjóna fyrir samningum og skýrslum sem unnar hafa verið flugvallamálið. Borgarstjóri hefur þegar tekið sæti í viðræðunefnd ríkis, Reykjavíkurborgar og fleiri aðila sem munu ákveða næstu skref í málinu. Já. Já, allt í lagi. Herðu, þá hafa fulltrúar allra flokka lokið við að gera grein fyrir bókunum sínum og hér hefur við átt uppbyggilegt og gefandi samtal eins og ávallt borgarstjórn og ég slít fundi 17:55.